Good evening. Welcome to Hawthorne. It'll be our pleasure to feed you. Tonight will be magical. Over the next few hours, you will ingest fat, salt, protein, and at times entire ecosystems. We're eating the ocean. We're eating the ocean. Are you crying? It's just I find it all very moving. So it's okay that I'm not as into this as you are. Oh my god. You shouldn't be here tonight. You, my dear guests, are not the common man. Isn't that right? Is he gonna keep doing that? What happens inside this room is meaningless compared to what happens outside. We're but a frightened nanosecond. Nature is timeless. What the hell is going on? I love you all. We love you too, Chef! Any questions? Is this bergamot I'm getting, Chef? Yes, it is. Takk kærlega fyrir að hlusta eða horfa á Bíóblaður. Nú getið þið gerst áskrifundur með því að fara á heimasíðuna mína bioblaður.is og skrá ykkur þar. Verðið er einungis 1.099 krónur á mánuði. Fyrir þá upphæð þá fáið þið 2-3 aukaþætti í hverju mánuði. Þessi stuðningur skiptir mig rosalega miklu máli. Þetta er mikil vinna og hver einasti áskrifandi telur svakalega. Þannig að endilega kíkja á heimasíðuna mína bioblaður.is og gerist áskrifundur. Þessi þáttur í boði Subway, bestu bátarnir í bænum. Subway býður upp á báta, salat og vefjur og að sjálfsögðu þessar frábæru smákökur. Ég reyni að hafa með 3 í desert þegar ég er búin að borða minn upp á spát sem BMT. Ég mæla maður að kíkja á Subway ef þú ert að leita þér að góðum og ferskum mat. Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta er súkkulaði og pop sem kemur í 2 bragðtegundum. Pipartöfti og með súkkulaði venjulegu. Ég mæli með pipartöftinu, það er uppáhaldið mitt. Ég veit ekki hvað ég er búin að borða margar svona póka. Ég mæli með að fólk smakki Pop Smell. Þetta er blanda sem klikkar ekki, súkkulaði og pop. Sambíóna. Sambíón reka 5 kvikmyndahús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álfabakka, Kringlunni og Egilshöll. Egilshöllin er uppáhaldsbíó mitt. Mér finnst bara ekkert toppa sal 1 í Sambíón með Egilshöll. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Án þeirra gæti ekki gert þetta podcast. Ég vil líka þakka ykkur og sjálfsögðu fyrir að hlusta og horfa á Bíóblaður. Endilega fylgi ég Bíóblaður á Facebook, TikTok og Instagram. Við ætlum að fara í svolítið sérstakann þátt. Já. Og þetta var þín hugmynd. Já, pitcha á því partí. Já, við eigum sameiginlega vin eða vini og þessi vinur okkar var búin að segja mig það að ég þyrfti að fá því þáttinn, þú verður svo mikið nörd og hann meinti það sem mikið hrós og ég sagði já, ekki spurning. Ég reyna að fá hann til mín, það er bara ekkert mál. Nema hvað, ég hitti þið síðan áður en ég var búin að tala við það, áður en við erum búin að bóka þáttinn, þá hitti ég í partí. Já. Og þú ert mikill bíóblaðismadur, búin að hlusta marga þætti. Já, og ég er áskrifandi. Og ert áskrifandi. Var að hjóla hérna í rigningunni, hlustandi á þá hérna Young Cats, hérna strákuna þrjá tala MCU. Já, geggjað maður, takk fyrir að gerast áskrifandi. Já, ég minnst það sko. Bara endilega, þeir sem er að hlusta og er ekki verið með áskrifandur, kíkja á bioblað.is. Hver einasta áskrifandi, þetta bara telur rosa mikið fyrir mig. Mæli með því, það er hérna kíló að tala Blade, sem ég er að pæli að spara fyrir fríið mitt hérna einasta viku. Já, ok, svo er ég að fara að gefa út núna að reysa Kubrick þátt. Það er tókpartir, 5 klukkutímar. Já. Hann kemur út í rauninni, hann verður komin út á undan þessum þætti. Ok. Endilega kíkja á þetta, bioblað.is. Allavega, við hittum síðsparti. Já. Og við fyrir að spjalla saman. Og þannig að þitt pitch var hvað, Bjössi? Topp 10 teiknimyndasögur sem hafa ekki fengið bíómyndað þætti sem ættu að fá bíómyndað þætti. Ok, ég elska þessa hugmynd og ég hef aldrei gert svona þátt aður. Og það er frekar klikkað þegar ég byrjaði sína að fara í gegnum safnið mitt, sem er alveg ágætlega stort. Ég byrjaði að safna hérna febrúar eða mars 97. Hvað ár gerst þú? 82. Ok, þannig að við erum svipagamlir. Já, ég var í 9. bekk þegar ég gekk inn í Nexus og keypti Team 13 nr. 17. Þú mannst með þess að titilin. Já.
og nema sko þegar að fara í gegnum safnið og ok, hvað og þá bara ramba ég eftir sko hvern titilin eftir öðrum bara, nei, það er búið að gera þetta að lægjast, nei, það er búið að gera að lægjast Daredevil búið og það liggur við stafur á sögunni í Marvel titlanum mínum það var bara búið og þannig að, þú veist, maður var alveg farin að ok, ég þarf að fara aðeins dýpara Þú veist að grafa alveg þvílít í nörda Já, ég fór samt ekki mjög djúpt, sko. Ég hugsaði með mér, herðu, fólk þarf að geta lesið þetta kannski, geta keypt þetta. Þú veist, það er ein sería sem fer kannski Honorable Mentions, sem að Fantagraphic Books, sem að heitir, já, ég fyrir kannski býtum með það. Þannig að þú ætlar að koma með núna 10 titla. Já. Sem að þér finnst það ætti að vera til bíómyndir eða þættir. Já, í engri sérstakri röð. Nei, engri sérstakri röð. Ég ætlaði fyrst að raða þessu og svo væri eitthvað, nei, fyrir þetta undan þessu. Nei, líka, þetta er ekki þannig þáttur. Þetta er ekki eitthvað svona top 10. Þú er bara komið hugmyndir og ég hef mikið áhuga á teiknimyndasögum. Já. Þannig ég er spennt að heyra hvort með. Við munum líka aðeins ræða svona yfir höfuð, bíómyndir sem byggðar á teiknimyndasögum. En ég verð að spyrja á þetta eitt sem varst að tala áður en við taka upp. Þú sagðir að sumt væri bara unfilmable, það væri bara ekki tækt að gera það eða það er alltaf dýrt eða eitthvað. Er það í dag? Sko, er eitthvað til sem kallast unfilmable? Wonder Woman eftir Brian Azzarello sem kom út hérna kannski fyrir 5-6 árum. Var ekki partur af New 52? Ég veit það ekki. Ég minni það, ég las eitthvað sem Azzarello gerði. Það geti verið. Og af því það er svo full on Pantheon saga. Hún er að interakta við alla guðina og þeir eru allir svolítið stórir, þeir eru allir svolítið fantastikal. Hún er ógeðslega stór. Ég myndi greip fyrst á bókinu að lesa hana að þegar hún hittir aðalkarakterinn sem er nýr karakter fyrst skipti, þá teleportast hún inn til Wonder Woman, hleypur upp hann og hún grípur hann sem hálsum og lyftir henni upp og Wonder Woman er svona 2 metrar á hæði í þessum bókum, sko. Og ég hugsaði bara með þér, ok, Gal Gadot er hávaxinn, sko. En, þú veist, til að ná, jú, kannski, ég veit það ekki, en bara guðirnir og interaktionið, að þetta yrði annarkvort svona ekki alveg nóg flott, eða þú þyrftir budgeta við Rings of Power, held ég, sem enginn er að fara að dæli í svona výrd Pantheon. Já, ég skil, þannig að í rauninni, ef þú ættir endar þessu pening, þessi framleiðendur, þá getur þau gert þetta, en það er ólíklegt að það myndi megasens. Já, þú veist, kannski gera þetta sem eitthvað svona animated feature, en þá verður þetta alltaf svolítið low budget og ekki alveg nú flott, held ég, sko. Líka vilji ekki flestir live action? Ég held það, þú veist, superhero animated, það er ennþá svolítið svona kids and young adults. Er það alveg sem DC er að gera um Marvel og svona? Já. Það er nefnilega, það er svona, ég bara hugsa mér svo pabbi minn, hann fílar Batman, hann svo nýjustu Batman fannst hún geggjuð. Ég væri ekki að ná að selja honum að kíkja á eitthvað animated dót, sko. Nei, ég horfði á daginn á Batman Mask of the Phantasm, hvað heitir hún aftur? Já, Mask of the Phantasm. Og hún er ekkert elst rosalega vel. Bjössi. Ég veit það, ég sá hana síðast 99 eða eitthvað, sko, og svo horfði ég á hana daginn og eitthvað, hún var aðeins betur í minningunni. Þetta er góð saga, svo. Já, hún er það en... Er það teikningarna, þess að teiknistílin? Nei, eitthvað við söguna eitthvað, ég man ekki alveg hvernig það var. Það var svona... Ég sé eftir á Ég er að grínast. Það er svolítið síðan ég sá hana. Mér fannst hún geðveik, ég sá hana oft, þegar ég var yngri. Og á þessum tíma horfði ég á allt Batman Beyond og allt þetta stöf, sko. Ok, þannig að unfilmable er eitthvað sem að... Já. Er það til? Já, sko, það er... Er þetta ekki bara dýrt? Eins og maður Wonder Woman, er þetta ekki bara dýrt? Jú, ég held að Wonder Woman er dýrt, en svo ertu með stöf, ég fer kannski á eftir þegar ég fer í annan titil eftir saman höfund. Unfilmable stuff eftir hann sem átti að vera listanum og svo horfði ég á því byrjun og mér, getur ekkert hvað á að gerast í þessu, veist. Ok, er hann sérst á þessum 10 lista? Já, sá höfundur, sko, þannig ég kannski fer ég að specifíkli þitt ekki hann fyrir með annan titil. Ok, áður förum í sjálfa titlana, þá verð ég að spyrja þig af hverju er Hollywood svona hrifið af þessu, að aðlaga þessa teiknisur? Af því að ég er með svari fyrir þig. Já, hvað þú var? Að búa storyboardið allt. Já, góð hundur. Þegar þú tekur upp Sin City og þú sérð það þegar þú horfir á Sin City, en Frank Miller kemur að því, en það er allt ramandi, að búa storyboardið alla söguna. En er það samt ekki undantekning, eins og 300, Sin City,
Er það ekki undantekningin? Þeir ekkert alltaf, minna, tökum bara dæmi, Preacher. Já, enda var það flop. Já, hvað? Jú, horfðu þú það? Ég gafst upp. Ég gafst upp líka? Já. En mér bækuna gegja það? Já. Hvað málið samt? Eins og með það? Ég heldur að við bara ekki þórað að gera það. Nei. Ég heldur bara að þeir lásu hérna, þeir koma sögunni þegar mamma sækjar hann aftur og með henni kistunni í svampinu eða eitthvað. Þeir voru bara, getum ekki sýnt þetta í sjónvarpi. Nei, þetta svolítið gróft. Já. En eins og það allir með, þeir fóru ekki, ég maður rétt, þetta var ekkit eitthvað svona storyboard. Mér finnst geggja kast. Ógeðslega vel kastað, fannst mér. Fannst Dominic Cooper góður sem The Preacher. Já. Hún mér líka mjög hún ógeðslega góð hérna svarta sem að... Sem leik hún ekki Tulip? Jú. Hún var... Hún negga hérna. Jú, hún leik í hérna... Mjög nefnir það. Hún leik í hérna Agents of S.H.I.E.L.D. Var það ekki drasl? Fyrstu sérinn voru fínar, sko. Aha. Og svo ákveður að tróða Inhumans inn í þetta. Hvað þetta því? Þegar mýmið var Stop trying to make Inhumans a thing. Hashtag. Ég horfði á... Hvað ætli ég horfði á því? Ég horfði örugglega á hálfan þátt. Þú veist að það var af því að þeir áttu ekki réttindunum X-Men. Þannig að planið þeirra var að drepa X-Men, gera Inhumans a thing. Það verið Mutants. Já. Þess vegna fengum við þess að geggjuð Inhumans-seríu. Var hún geggjuð? Þú veist að tala í kaldari, einmitt. Ég var ekki, ha? Því ég klára hann ekki. Og þess vegna voru öllum breytt í Inhumans í Agents of S.H.I.E.L.D. Og svo gerðu þau svona event. Það sem þeir breyttu gett mörgum í Inhumans superhetjur. Sem mjög svip á gamalt DC-event. Það sem Hitman verður til. Hitman áttu að vera listan. Goddammit. Og hérna, að þið voru ekki að koma alltaf nýja titla. Hvernig var búið til 40 nýjur ofurhetjur? Búin til einhvern event. Og byggur til 40 nýjur ofurhetjur. Og þeir gerðu það í Marvel með svona, byggur til ógeðslega mikið Inhumans. Það kom hérna Miss Marvel nýja, held ég að sé eina sem að svona stökk. Já, Kamala Khan eða eitthvað. Já. Já, hún var partur af þeirri bylgjurinn. Já. Og einn af þessum fáum titli sem svona stökk. Þannig að... Ég verð að spyrja svona til þetta, því ég er með hérna teiknum þessu gúrú með mér. Þú varst náttúrulega að vinna í Nexus. Já. Og þú, eins og segir sjálfur, þú ætti svaka safn. Já. Það hefur eitthvað minkað, er þetta allt í kössum bara á... Nei, ég var alveg, herðu. Jú, sko, ég er alveg búin að slæsa af þessu safni. Ég er búin að flytja 15 sinnum á síðustu 20 árum eða eitthvað. Þannig að alltaf því ég flutt, þá var það alltaf að flytja alltaf 30 kompúka svona. Og vini mín alveg, fá alveg svona græna þeirra að bera á. Þannig að ég var alltaf að slæsa af hægt rólega, sko. Svo var vini mínu daginn hérna að sækja sattinsliðið foreldra sinna, 20 ári geymslu, setja upp á heimili sínu. Og hann var með svona bunga sem hann ætlaði að selja og fekk auðvitað að fara í gegnum þetta. Og einnig, heyrðu, hér er bara $700 að blað. Batman Adventures nr. 18. Já, áttur svona verðmætt, dótt eitthvað? Nei, ég var búin að henda því. Þetta var Batman Adventures nr. 18 First Appearance of Harley Quinn. Nei. Og þetta var, ég átti kannski 2 Batman Adventures blöð. Þú veist, 18 og 7 eða eitthvað. Og þannig einhvern tíu fór ég í gegn og hreinsaði út alla svona standalone, ef ég átti kannski bara 1 blað í seríunni eða eitthvað. Já. Og ég held ég að fara og gefið upp á bugli eða eitthvað. Varst það sérst í tölublöð? Þú ert ekki svona paperback, svona trade? Jú, líka það, sko. Ég á alveg mörg 1000 tölublöð, sko. Ég var aldrei dott inn í það. Ég datt full on í það, sko. Það er svo leiðilega að lesa það, þetta er svo stutt. Já. Og búmið og nú leiðið. Þegar ég byrjaði að safna, það voru trade paperbacks ekki til. Það var bara... stúdíóin bara föttu þetta ekki. Þeir voru bara að selja singles og voru þeir ekki byrjað að safna saman í svona trades? Nei, það kom ekkit fyrir en bara eftir 2000. Já, er það? Það var svona stökublöðum safna saman. En það byrjar svolítið með Vertigo. Preacher, Sandman og því. Og að því að þar getur og hérna klúðra sko DC og Marvel alltaf. Þar getur bara keypt Sandman nr. 1, nr. 2, nr. 3 og upp í 12 og búið. Ef þú ætlar að fara að kaupa Green Lantern í dag, gangir vel. Þú veist ekki hvað það byrja? Þú veist ekkert hvað að kaupa. Þess vegna líka selst manga svona miklu betur. Það er bara, þú ferð að kaupa Berserk nr. 1 og þú búið með hann að kaupa upp nr. 2. Green Lantern getur verið breyti nafninu og skilja ekkert hvað er gangi að þau mistur af Darkest Night og hérna... Blackest Night. Blackest Night eða Infinity
Infinite Crisis eða Flashpoint eða eitthvað inn á milli hana. Ég veit þegar ég datt inn í Green Lantern, þegar mér langaði að tjekka á Green Lantern fyrir nokkrum árum. Ég þurfti bara að fara í svaka rannsóknarvinnu, bara hvað á ég að byrja á, hvað á ég að gera og hvernig á ég að lesa og hvað það langt og... Ég er búin að lesa 52, allt sem ég þarf að lesa, að reyna að skilja 52, svona 4 sinnum. Ég veit ekki ennþá nákvæmlega hvað þetta gengur allt út á, sko. Í Green Lantern, það? Nei, bara Complete 52 eventin. Ég man aldrei, þú veist, eiginlega þegar ég búið með hann, þá búin að gleyma fyrirpartum og þetta er svo... Þetta er mikið kraða, þetta er svo mikið súpa og eitthvað steipa. Já. Þá er ég að spyrja þig, er Marvel, MCU-dótið, er þeir ekki að fara að detta bara í pínu þannig pakka? Ég bara, þú veist, ég var að hlusta á hérna þessum Young Cats, það er hérna í MCU-þættunum. Þú ert væntanlega búin að sjá allar eða flestar af þessum... Já, allar nema nýju, hérna, Mistaf Black Panther 2, það var á fundi til kl. 8 á Mistaf, Nexus-sýningunni. En þú þekkir væntanlega MCU allt þetta. Já, og ég er bara samlega, eftir Infinity War, þá hefur þetta bara verið sorp, sko. Af hverju? Ég held bara að þeir mistu þráðin. Þeir voru ekki með þessa alkaraktera og hérna, þetta er aftur, stop trying to making humans a thing, sko. Það er eitthvað, ok, þessi mistari leikari, hann Silk Black Panther, hann Chadwick er dáinn. Og þá kemur systir hans sem er ógeðslega ósperrandi aukakarakter inn sem eitthvað Black Panther, ekki ógeðslega töff love interest hans, sem ég bjóst við að yrði einhvern veginn, kannski er hún að það, ég veit það ekki. Ég á eftir að sjá hana. Já, ég líka. Ég ætla að sjá hana þegar ég hef alveg heyrt svona nokkuð góða hluti hana. Ég hafði nett gaman af Love and Thunder. Já. Hún hefði örugglega verið betri bara ef það hefði ekki verið vondugur í henni. Þú veist, það er Red Letter Media, sem ég elska lífinu. Þú hefur hortið á? Nei, ég veit svolítið hvað er. Já. Reviewið þeirra var eiginlega spot on, að það er eins og Taika Waititi vildi gera svona geggjaða gammynd og stúdíóð var eitthvað, já, við erum með svona tragic vondangaur og dóttir hans deyr og eitthvað og hann verður að vera í myndinni. Já, en ég ætla að gera hérna gammynd. Nei. Þannig að með gammynd og með ógeðslega svona depressing vondangaur og það passar ekkert saman, sko. Nei, hún var svolítið svona hit or miss, það verður í hvernig þú talaði sem hatana. Já, ég gæti alveg notið hennar, þú veist, ég fann, þú veist, það var fullt inn í sem var eitthvað, nei, smá cringe hér og þar, sko. En þessu sjónvarstættinir? Þetta Marvel sjónvarstættinir Disney Plus. Winter Soldier, hvað heitir hún eftir? Falcon and Winter Soldier. Leikarinn sem leikur Falcon er svo lélugur. Anthony Mackie. Já, og hann eyðilaði hvað heitir sci-fið sem hann leik í sci-fið. Bíddu, ertu að tala þætti eða mynd? Þætti. Ertu að tala allt Já, hann eyðilaði season 2, hann svo leðilegur í því, sko. Var það ekki líka bara að draga serja? Já, fyrir serja hann tala svo betri. En, já. Og fílar hann ekki sem leikara? Nei, hann er ógeðslega góður sem Winter Soldier og serjan var allt í lægi, en það er eins og þau vissi ekki alveg hvað það voru að gera með þá. En svo Loki og Loki er klikkað. WandaVision var ógeðslega mjúk og skemmtilegt. Ég veist síðasti þátturinn, leðalugurinn, allt annað var geggjað. Moon Knight. Byrja að geggja vel og verið svona ógeðslega boring, eitthvað, hvað voru að tala um þetta? Svona generic vondukall sem að teleportast. Hann byrtist allstaðar sem það þarf að vera. Ég nætti ekki klára. Og svo haltrar hann í burtu. Nei, hann er að sleppa haltrandi eitthvað í burtu, sko. Var það Ethan Hawke? Já. Miss Marvel? Ég nefndi ekki að horfa það. Ég hugsaði með mér, ég er ekki target audience og þetta er rúglega fínt. She-Hulk? Geggjað. Það? Já. Ok, ég hef ekki síðan þetta. Ég er She-Hulk fan. Ég á ógeðslega mikið original seríunni í blöðum. Já, þú fílar karakterinn bara, yfir höfuð, þú fílar karakterinn. John Byrne gerði þetta og þeir léku sér að því að, þú veist, hún er alltaf að brjóta fourth wall í teikmyndasögunum, sko. Já. Hún byrjar að vinna á lögfræðiskrifstofu og þeir eiga, sko, öll blöðin. Ef það vantar upplýsingar, þá kíkir bara og finnur Spider-Man nummer 14, sko. Ok, þú veist fíla svo leiðis? Já, af því þeir leiðu sér að leika sér í þeirri seríu. Þú veist, og það kemur alveg inn á fyrstu myndir hennar á listanum, sko. Ok. Það er kannski bara slæta yfir það, eða? Þú segveðar núna bara inn í það. Ok, sko. Hvað er að tala um? Ok, fyrsta myndir hennar,
Ég svindlaði strax í fyrstu mynd. Já. En mynd, þú meina teiknisu? Já, eða þess að fyrst teiknisunni. Því að búið að gera mynd eftir þess teiknisu. Ok, eitthvað svona gamalt svo drastlega. Þetta er fyrsta Marvel bíómyndin sem gerð var. Já, býtu ekki, er þetta leið mér giska? Já. Er þetta, ég held sér, er þetta ekki bara Howard? Howard the Duck. Howard the Duck? Já. Það er svo fyndið, það er fyrsta Marvel-myndin. Já. Ok, þú ert með hana. Já, ég er með Howard the Duck hérna, sko. Ok, þú svindlar aðeins, það er búið að gera bíómynd. Af hverju fannst þú geta svindla hana? Af því að Howard the Duck fekk 7 rassítilnefningar árið sem hún kom út. Já. Árinu eftir fekk hún rassítilnefningu fyrir Worst Movie of the Decade. Það var hún svona léleg. Herðu, mér fannst það skemmtilega yfir yngri. Sem þegar ég sá hann í svona 9 ára fannst mér hún geðveik. En hún, þú veist, ég ætla ekki að horfa á hann aftur í dag held ég. En sko, allir leikarnir voru bara, ég þarf að bjarga ferlinu mínu eftir þessa mynd. Býttu, það voru einhverju frægir í henni? Leah Thompson, Tim Robbins og hann hérna rauðhærði sem var gripið með barnaklám hérna, sem leiki Amadeus. Jeffrey Jones? Nei. Hvað heitir hann aftur? Ekki Jeffrey Jones? Manna ekki. Feitur, svona rauðhærður. Hann er skólastjórinn í Ferris Bueller's Day Off. Jeffrey Jones, já. Þannig að, þú veist... Þannig að það voru alveg nöfn í... Já, mér myndi það. Var það ekki líka eitthvað frægur leikstjóri? Var það ekki George Lucas að framleiða það eitthvað? George Lucas framleiði, leikstjórinn var vinur hans úr filmskúl sem hafði skrifað með honum handritið af American Graffiti og einhverju meira. Mér myndi þetta að vera Ron Howards leikstjóri. Er ég að ruggla? Nei, þetta er gaur, Kraus heitir hann held ég. Veitum við, skrifaði þetta. Howard the Duck. Ég laki til að heyra síðan af hverju fyrst að myndir svona lélega. Af hverju ósköpunum. Þetta er svolítið fyndið, sko, ég skrifaði þetta niður. Áhugað sem kom stað þegar ég var rannsakað þetta, sko. Að Howard the Duck birtist fyrst í Adventure into Fear árið 1970 og eitthvað. Ok. Og í, sem sagt, þá er Man-Thing aðal karakterinn í þessum blöðum. Já. Við sáum hérna Man-Thing núna í MCU daginn. Í Werewolf by Night. Já. Ég er búin að sjá hana. Og hann birtist þetta fyrst í Adventure into Fear, nummer 19. Síðan birtist hann í nokkrum giant-sized Man-Thing blöðum. Já. Nú náði ég að segja þetta án er. Já. Við þú komum hvað? Giant-sized Man-Thing. Ok, halda ára. Blaðið heitir það. Þú kannski sagt það nú aftur. Þetta er Howard the Duck í þessu? Já, þar birtist hann og hann var svo vinsæll í þessum Adventure into Fear. Hann fæði sinna eigin sériur 1976. Já, hann er bara eitthvað svona auka-karakter og fæði sinna eitthvað svona spin-off í sinna eigin sériu. Já. Ok. Og hver er Howard the Duck? Sko, hann er þessi, þú veist, hvað heita er hérna Marx bræður hérna, hvað heitir hann hérna aftur hérna með yfirraskeggið og vindilinn hérna? Groucho. Þú veist, hann er þessi karakter, hann er Andris Önd. Er hann geimvera? Nei, hann er úr ykkur alternative dimension. Og hugmyndin er alltaf, hann er alltaf að komast heim, sko. Það er allir endur það sem hann var, sko. Hérna er hann í heimi Abba, sko. Og hann er svona wisecracking, það líkar engum vel við hann, þolerningin. Mér lókar að sjá myndin aftur. Já, sko. Þú leggur ekki í hana? Ég þórið í valla, en ég bara ætti að gera það, sko. En svo geggja, ég var að lesa hérna. The Walt Disney Company contacted Marvel in 1977 over concerns that the visual design of Howard infringed on their trademark for Donald Duck. Marvel agreed to redesign the character by Disney artists. A key feature of the redesign was that the character would wear pants. Oh my god, já, voru þeir að... Þeir vildu það var pressan. Já, þannig þekkir mun á Donald og Howard. Howard er alltaf í buxum. Þetta er beautiful, sko. Já, en gott trivia. Já, en þú veist, fyrsta rönnið, þetta var eitthvað 33 blöð, það er þetta að kaupa Complete Howard the Duck í treyti. Já, þetta er gömlu Essentials treytunum. Já, þetta er búið bara, það er ekkert að gefa út í dag. Jú, sko, það sem gerist er að, þetta er áhugavert, sko, þetta er svo mikil saga í þessu, að, sem sagt, Howard, þetta eru 33 blöð, og þeir reka gaurinn, sem bjóð hann til. Því hann gat aldrei skilað hann inn á réttum tíma og gást upp á hann eftir eitthvað 3 ár. Þá fer hann í mál við það.
copyright-mál og segi ég á hana karakterið með ekki gján út og það bara drap seríuna og já. þannig að það kom ekkit út nýtt Howard í mörg ár sko. Út af svona copyright issues úti. Já, svo reyndur að gefa út eitthvað tíma, 90 og eitthvað, það var frekar stuttlifað en svo endur útgefa þeir 2015 við nú fyrir póka minn hérna Bjössi kom græjaður, hann er með gögn, svona þess að kíki. Hvað er það með? Er það náttúrulega eitthvað bók? Ég er náttúrulega á þetta alls, sko. Herðu, já! Bjössi er með, ég var að sína kamerun þetta. Þau líka þeir sem að hlusta eða horfa á hana það, þau eru ásakið eins og þau nefnmæltur hérna, þannig að ég heyra bara strax á röddum minni í skriðin. Þarna ertu með Howard the Duck. Og í þessu issue þá ræður hann einhver til að stela einhverju, hann er nýslapur á fangilsi. Er hann einhverspæri? Já, í þessu sko. Og She-Hulk neitar að vera, maður eru að löffara einhverna, hún er með skrifstof hliðin á honum. Og þessu blað þá fer hann yfir og stelur símanun hjá Spiderman. Og kallar í handla aðstáð sig til að finna Black Cat sko. Að þeir eru að finna eitthvað nisti sem hún stál sko, sem eitthvað var búin að ráða til að finna. Men er þetta þá eitthvað þeng núna? Nei, þeir gáfu út, þeir gáfu 2, 5 eða 6 blaðaseríur árið 2015 og 2016. Þannig að það er að kaupa þetta í treyti og ég er gaman að þessu. Þetta er bara svona stúpid húmor og þú veist, allur Marvel heimurinn er involved. Og ég myndi vilja sjá þetta. Sem bíamynd? Já, því svo hann interaktar svolítið mikið við She-Hulk. Því þau eru bæði í þessu svona, þú veist, svona stupid comic. She-Hulk er alltaf brjóta fourth wall og eitthvað. Howard the Duck er hann einhver önd og alltaf er að fá She-Hulk til að verja sig að því það er alltaf einhver fyrir mál við hann. Þannig að þú verður til að sjá hvað þá kannski frekar Disney Plus-seríu? Mögulega, sko, Disney Plus-seríu. Þess að taka sér ekki of alvarlega. Howard the Duck CGI-karakter, færðu She-Hulk inn í nokkra þætti og eitthvað. Og sér það fyrir þetta að vera eitthvað svona svipa vibe og í She-Hulk? Ég hugsa það, taka sér ekki of alvarlega. Ég held að geta verið geggjað, sko. Ég verður að spyrja þér, stuttu til She-Hulk. Ég er ekki með svo neitt að þessu, ég bara var ekkert við það sem heillaði mig. Af hverju er þetta að fá svona svakalega skipta skoðanir hjá fólki? Þetta er annarkvæmt sögum við elskert að þetta ógeðslega skemmtilegt og bara þetta er fyndið og svona aðeins öðruvísi sem hitt Marvel-dótið, svo ertu með annan hóp, það bara þolir þetta ekki, finnst þetta alveg umulegt og lélegt. Ég held líka að þetta sé bara, þú veist, fólk er búið fyrir frá ákveða að dæma þetta. Já, þetta er eitthvað svona, hvað er orðið, Vogue, eitthvað, bla, 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 Women Power, eitthvað, bla, 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 hún er jafnsterkur og Hulk, eitthvað, bla, bla, bla. Það bara hafi verið ástæðan, sko. Já, þú meina það? Já, ég fæ mig alveg svona stundum, Vogue-ism að stundum við erum að horfa á eitthvað. Þarna væri bara eitthvað, bara hafa gaman einhver gellur að tvörka, eitthvað, þú veist, hvað, eins og, ég hugsa þetta eins og, finnski, forsætisráðurann. Að hún var að djamma hérna eitthvað og hvort hún var að tvörka eða eitthvað og það var allt brjála. Já, það er sem hún gert mikið mál. Já, mér finnst þetta svona á sama leveli. Fyrir utan það að hún er með svo flókina aðleikonan leikið hérna á Black. Nei, já, Tatjana, hún heitir Tatjana Masley, eða ekki? Jú, Tatjana miskusti. Hún er líka klikku leikona, sko. Hefurðu séð Orphan Black þættina? Nei, ég hef ekki séð það. Þar leikur hún, þú veist, 5 hlutverk. Er það? Mismunandi, já, það er klikkað stöf, sko. Og ég gefa She-Hulk séns? Ég myndi gefa þér smá séns, sko. Sé ég þetta strax? Er nóg fyrir maður á fyrsta áttin fatta ég þá hvernig þetta er? Mér varst fyrst allt í lagi og hvort það er svona annar þriðji sem eitthvað, ok, ég fíla alveg væpið. En svo kom einn og einn þáttur svo var svona, sem var ekki alveg nokkuður. Ok, þó að heildin liti varstu sáttur. Já. Þú er til að sjá Howard the Duck She-Hulk crossover á Disney Plus. Og þeir eru búin að establisha Howard the Duck núna 2 svar. Já, var það ekki Gunn sem var með það? Jú, hann byrtist í hjá kollektornum í einhverju svona búri og svo sést... Hann var ekkert svo með línu. Og svo, já, hann sést í after, held í Infinity War, í after credits. Já, post credits sín. Að það er búið rústöllu og þá er hann með vindir þar eitthvað. Og eitthvað, Ok, þannig að þú ert rifin af karakter sem er bara önd. Já. Og það er alltaf verið, ég held að sé þessu blaði, það sem hann er á okkur truckstopp, eða hvort er eitthvað öðru, og það er eitthvað gaur eitthvað, hey, you! Og hann eitthvað, what? Hann er að fylla bensín eitthvað, you an alien? Eitthvað, no, I'm from another dimension. You're here to take our jobs.
og fer að slást við eitthvað svona Eitthvað traktræður eða já, Ok, þú ert að selja mér þetta. Gætur það skemmtilegt? gæti líka verið hræðilegt sko. Gætur það sæðilegt? Já, þú veist, en ég hugsaði með mér, þú veist, þetta er mér langar bara gaman þætti það er svo hlærð. Ok, þá verð ég að spyrja því í myndinni þá var þetta alltaf brúða eða eitthvað í búninga eða eitthvað. Já, Myndirðu að hafa hann tölvuleikjara? ég hugsa það. Ég er bara út af Praktikal verið ekki með eitthvað auðmingja dverg í búningar hlaupum hérna í Já, með 45 stiga hita. Ykkur andabúning. Þeir voru með sko leikari sem að leikur Howard the Duck er sami og leik Chucky og þeir voru með sko hairdryer innan á búningnum hans alltaf þegar það var ekki í tökum. Bara kæla niður. Ég held sér viðbjörslegt. Já, freka fá bara eitthvað geggjaðan Getur bara svona Gollum eða eitthvað? Já. Fá eitthvað geggjaðan svona líkamlega leikar allar leikan og CGI yfir. Bara motion capture Já. og... Eða bara svo Rocket Raccoon, ég meina, er hann ekki þannig? Jú, Það er bara Já. gæði sem leikur hann, svo bara tölvuleikjur. Já, og svo annar sem voicear hann, þannig að... Einmitt. Ok, Howard the Duck, það er fyrsta pickið, kemur óvart. Já, Þetta byrja velbissi. já, Hvað er á að tala um næst? Mér langar svo að vita líka hvort ég þekkit allt. já, sko. Heldur ég þekkit allt? Ekki allt, örugglega, en ég leyfi mér að velja svona hitt á þetta. Ég ákvað að fara, þú veist, stöf sem fólk getur keypt, eitthvað sem einhver þekkja og eitthvað. Númer 2, nú fyrir ég að póka mér aftur. Ertu með þetta allt? Allt með 2 seríur að því tímdi ekki að taka þær með. Það eru allar áritaðar. Ok, shit, Það er bara heiður að koma með þetta í stúdíu. Ok. Nú kem ég sem var með trade. Það er Fables. Þess að ég vissi coverið, ég hef ekki lesið þetta. Ég veit nú ekki, þú sýndi þetta, þú veist betur hvað kameran er. Bjössi er með aðra bókinna. Þetta er seria sem heitir Fables. Ég vildi ætti þetta í blöðum. Ég bara fattaði ekki... Af hverju? Gaman að eiga þetta í svona, ég veit það ekki. En ég fattaði ekki fyrir þetta að koma í þú veist blað 30 eða hvað þetta verið til. Ok, þetta voru Vertigo. Þeir hafa gefið út heldur gott stöf. Já. Fables, seldum er þetta. Hvað er þetta? Þegar þú byrjar að lesa þetta, þetta eru sem sagt storybook karakterar. The Wolf er private detective. Snow White virðist vera einhvers konar reka hann eitthvað. Hvað er reka? Er sem sagt reka eitthvað svona að vera svona eins og bæjarstjóri eða eitthvað. Já, ok. Og það sem þú fattar eftir rólega þú byrjar að lesa fyrstu bókina er að þau búa í einhvers konar svona offshoot í New York. Það sem allir þessir fairytale karakterar eru. Og þú veist, eitt af svínunum úr ævintýrunum Svínin 3 er búin að krassa sófanum í úlfinum. Þetta er að vera að jamma. Og þú veist, og hann minnist á, you need to go back to the farm. I hate it there. I liked it down here. Og Er það svona adult? já, þetta er alveg full on adult, sko. Ok. Og það er sko í fyrsta sagan fjallar sem sagt morðið á Rose Red sem að í gamla svo áttir það á í sem sagt gömlu sjónum þá er það Snow White og Rose Red sem er systir hennar og hann er að leysa morðið á henni hérna. Þetta er þetta eitthvað murder mystery dót? Já, fyrsta bókin sko og svo byrjar að sko skilja meira og meira hvað er í gangi og það er The Adversary invadar löndið þeirra og þeir flýju öll til okkar heima og með göldrum þá eru þau búin að smíða svona interdimensional space í New York bæ þar sem allir þessi karakterar búa og þeir sem eru inhuman sko tröllin og svínin og geitutnar og allt þetta sem öll geta talað þau eru öll on the farm eitthvað upp í, þú veist, upstate eitthvað og þetta er bara þeirra líf og þessa karakter á The Wolf er svona alkarakter, private investigatorinn og Snow White svolítið. Hvað er að tala um? Er þetta 10 bækur, trades eða ég held þetta sé, já, þetta er búið, 12-15 bækur eða eitthvað, já, starfandi á bildinu. Og sagan er búin? Já, sagan er búin, það er bara að fara að kaupa þetta allt í dag, sko. Og það sem er gott við þetta, ég var að hugsa þess, og ég held þetta sé aftur, Perfect TV, er að karakterarnir sem þú ert oftast að sjá, eru bara vennilegir menn. Þannig að þú þarft ekki eitthvað high budget CGI,
og þú veist, settin eru tiltölu venjuleg, en sagan geggjað og svo svona inn á milli færðu svona touch of magic, sko. Svín sem tala eða... Og það eru töfrar í þessum heimi. Já, og þú veist, The Wolf lítur út þessu venjuleg maður, svo getur hann breytt sér í úlfinn, sko. Sem hann gerir eins og í fyrstu bókinni. Já, hann lítur út þessum maður, hann getur breytt sér úlf. Já. Þannig að þetta highly recommended. Bill Willingham skrifar þetta, klikkaði penni, hann hefur ekki gert mikið meira þetta. Jú, hann gerði geggjaða DC-seríu sem heitir Shadow Pact. Það ekki hann ekki. Það voru líka bara eitthvað 20 okkar blöð. Sem var svona magic, svona galdrakarakterar sem komið saman og voru að leysa einhverja glæpi og eitthvað. Fables, þetta hljómarlega ekta sem Hollywood myndi. Já, mér finnst bara ótrúlega að sé ekki orðið að einhverju, veist, ég var eitthvað að fletta og mér sýndist enginn verið búin að kaupa réttin á þessu eða vera að preppa það neitt, sko. En Vertigo, hvað er að gera eitthvað í dag? Það er ekki til einhver. Nei, var þetta lagt niður? DC lagði það niður og svo kom svona event, þar sem þeir incorporatuðu suma karakter einu og hendu öðrum út. Þannig að John Constantine til dæmis, úr Hellblazer, hann núna bara DC-karakter, sem var incorporataður inn í ykkur event. Já, ég tók þetta bara því Vertigo-runni fyrir ykkur sem að hlusta, að horfa þannig þátt, vita ekki, menn var þetta ekki bara, hvað kallar maður þetta, deild eða eitthvað, eða Jú, hluta DC? Þeir stopnuðu, sko, að þjótt með DC, sem ekki vilja stendur fyrir Detective Comics. Þeir átti þess á því, hörðu, við erum byrjar að búa til stöffið sem svona farið að svona brjóta the comic book code. Og the comic book code, fyrir fólk sem veit það ekki, var sett á í kringum rétt í kringum stríðið, þetta seinni heimsstyrjöldina, til að drepa horror comics. Marvel og DC tók sér saman, af því að þeir voru að tapa rosalega miklu af lesendum til svona, þú veist, Tales Beyond the Crypt, svona light horror fyrir krakka og unglinga. Og þeir... Hétt ekki Easy Comics? Það gæti verið. ESC Comics. Þú varst líka með, sko, Mad var comic book, en út af þessu, sko, þeir búa til og fá ríkisstjórnina með sér. Af því að þeir náttúrulega voru að segja að þessi comic voru að korrupta unga fólkinu. Þeir búa til the comic book code. Einmitt. Já, það var svona stimpill. Stimpill, approved by the comic book code. Einmitt. Og ef þú varst ekki með hennar stimpill, þá kannstu glimt því að fá að selja teiknimyndasöguna þína. Þetta drap horror comics, bara á bara, þú veist, 1 ári. Og sumir, eins og Mad, sko, breytti verið magazine. Breytti formatinu og allt, sko. Einmitt, Mad Magazine. Þannig komast þeir hjá comic book code, sko. Þeir voru ekki lengur teiknimyndasöguna, heldur magazine, með comic strips inn í og eitthvað svona. Og þetta lifði fram til alveg þangað til að Image-gaurarnir hætta hjá Marvel. Það er sem sagt Jim Lee, Todd McFarlane, hann akkur man ég aldrei hvað hann heitir. Sem gerir Deadpool. Já, sem getur ekki teikna fætur. Rob Liefeld. Já. Og Erik Larsen. Já. Og er ekki einn viðbót? Einn viðbót sem gerir Shadowhawk. Ég man ekki hvað sé það. Ég man ekki hvað hann heitir. Þeir sem sagt stofna Image Comics, droppa comic book kódinu og fara bara að teikna ógeðslega mikið léttlætum konum og moka út teiknumyndasögum. Hvað árið þetta cirka? Er þetta ekki 94, 93 kannski held ég. Já, svona mid-90s kannski. Já, og þetta er mjög fyndið, að þegar ég að fara í gennum safnið mitt, ég á ógeðslega mikið af komiksjósum tíma, Witchblade, allt Wildstorm-stöffið sem enginn þekkir í dag, alltaf Spawn og Erik Larsen gerði Savage Dragon sem enginn þekkir í dag heldur. En þetta var, til að byrja með, þetta var svo mikið overture. Þetta voru alltaf overture og þeir seldu miklu betur en Marvel og DC. Youngblood held ég að bara verið best-selling comic þegar það kom út eftir hann Rob Liefeld. En þessi dag, Image, að því mér veist þeir gefa út bestu titlana, sko. Já, í dag eru þeir bara gefa út indie stuff, sko. Já. Jim Lee seldi Wildstorm til DC kringum 2010 held ég eða fyrr. Hann sá hvað var í loftunum og kassaði út, sko. Spawn er það ekki? Já. Crazy. En ég held bara að Todd McFarlane ekki alveg mikið pening á nátti áður fyrr, sko. Ég horfði á okkar dock þess að hann var að bytta einhverja 100.000 í einhverja hafnabolta.
Veitu hvað það, hann eigi ekki að mikið pening? Nei, ekki að mikið hann átti, sko. Ég held að fólk átti þess ekki á því hvað þeir krössuðu teiknimyndsögumarkaðnum, sko. Þeir oversaturated með variant covers, menn voru kannski að kaupa 5 eintök af saman blaðinu með mismunandi coverum. Collector's first issue. Og þetta allt verðlust í dag, sko. Allt. Það? Öll þessi collector's first issue. Það eitthvað örja á eitthvað svona nokkur blöð frá þess Wildstorm og... En voru aðdæmdur ekki svolítið með við liðið samt? Jú, þetta voru allir að kaupa allir að safna. Þetta á svona tíma sem að þessi vindavakning já, betur gömul Marvel-blöður gett verðmætt. Já, allir hann að cash in og kaupa eitthvað, hei, þetta verður verðmætt til 10 ár. Já. Og það gekk ekki? Nei. Var það bara því þið framleitu svo mikið? Óheyrilega mikið, sko. Og svo var artið frekar slaft. Þeir herjuðu á svolítið svona unglinga. Það mjög mikið að léttklæddum konum í þessum komikum. Já, ég man því. Ég var alltaf unglingur þegar þetta er í gang, sko. Og það ósjaldað sem brjóstinu stærri en höfuð á þessum konum, sko. Algjörlega fáralegt. Klálega að teikna af gaurum fyrir gaur. Já, það er það sem var í gangi, sko. Ok, en Vertigo, sorry. Já, fyrir ekki, ég fór aðeins á tangent. Þeir átt að sjá því, þegar að kombukótið er að hrynja á allt þetta. Þegar við þurfum að fara í adult markaðinn, að þá búaði til Vertigo sem svona off-brand, bara fyrir foreldra líka, þannig að það sé ekki kaupa óvart eitthvað í búðum. Og þeir eru búið til annað brand sem heitir Helix, sem var svona sci-fi comics, sem að þeir drápuðu síðan og incorporated inn í Vertigo. Ég aldrei þetta. Nei, það voru bara einhverjir 8 titlar eða 10 titlar, einnaði mér hérna á blaðinu. Ok. En Vertigo síðan bara krem af stöffi sem voru að koma þaðan lengi vel, sko. Sandman, Fables, Hellblazer, Preacher, 100 Bullets. Var ekki Why the Last Man líka? Jú, það var Vertigo. Já. Þeir gáðu geggjaða titla. Alveg geggjaða titla. Og það er svona einhverjar neina milli sem eru svona lala, eða mjög výrt, Shade the Changing Man, og eitthvað. Ekki þetta. Nei, ég veit ekki hvað svo gott það er. Já, fullt af því að Chris Bachalo teiknaði það. Ok, ég þekki hann ekki. Ok, þannig að Vertigo var hugsað meira fyrir svona fullorðna, Fables er partur af. Já. Vertigo? Og hérna ertu bara með geggja svona crime noir, held ég svona premise. Svona thriller. Já, ég meina þeir tóku Lucifer og gerðu það að polísdrama. Þetta er það sem þeir elska að gera í TV-land. Var það ekki algjört drasl? Það var allt í lagi. Hefði þetta ekki verið byggt á þeimsögun með þetta verið allt í lagi, sko. En þeir tóku, fyrir ekki, Lucifer, Vertigo líka, klikkaðar teiknumsögur. Já, var það ekki? Klikkastöf, sko. Ég mæli með því. Ok, ég hef ekki lesið Lucifer. Ég sá eitthvað af þessu þáttum á það. Það var eiginlega ekki skildið þættina. Það er svona 0,1% skildið þættina. En gerður ekki alveg nokkra seríur af því? Ég held sé ennþá í gangi, sko. Þetta lúkkaði að það ekki verið mig. Myndalegu kallmaður og þú veist, í eitthvað svona polísdrama. Þetta er bara selur sig sjálft, sko. Ok, Fables var pick nummer 2 hér. Já, þá slætu við pick nummer 3. Komdu með... Búm, þá förum við mitt inn í DC Helix-seríuna. Ok. Ég er ekki með blaðið. Það er ekki með blaðið. Það er eitthvað áreitað dót sem þú týndir ekki að koma með. Já, það er Transmetropolitan. Eftir Warren Ellis og Derek Robertson. Það er við lesið. Og ég ánefnilega... Já, áttu hana áreitað? Hann kom 2 til landsins. Þannig ég var alltaf að fara með meira og meira safninu. Þannig ég held að fyrstu 12 eða 15 blöðin svo öll áreitað, sko. Ekki af Derek Robertson, heldur bara... Warren Ellis, já. Warren Ellis. Já, það held að Derek hafi aldrei komið hérna og verið í Nexus. Og þannig að hann kom til landsins, þú lest hann áreita. Transmetropolitan, það er sérstök-sería. Það er klikku-sería. Hún kemur úr fyrsta blaði 98 eða 99 eða eitthvað. Og hann er náttúrulega með alveg svona klikka framtíðaspá. Hann þú ert með Spider Jerusalem, sem er fréttamaður, blaðamaður, og kemur til, og það sem er gott við þetta er að hann er búin að vera í isolation að taka eiturlyf í 4 ára eða eitthvað, og það er svona fyndið atriða sem hann er svona mjög háregur, ógeðslega mikið sítt hár og skegg. Byrjar þetta ekki þannig, séð það? Jú, hann er eitthvað kúk á gólfið eða eitthvað í einhverju svona cabin, og hann ringir í hann editorinn, þú skuldar 3 bækur, og það er eitthvað, fuck you, og það er eitthvað, við sendum innheimtulið að eitthvað, hann er eitthvað, þannig að hann fer aftur í bæinn, sko, og sko, ég held alltaf að það er svona atriða sem hann fer síðan, þessi miklu loðni maður lítur út sem Alan Moore fyrir sturtu
sem að tekur af honum allt hárið og þá kemur hann út og lítur út eins og Grant Morrison. Og var þetta viljandi svo? Nei, ég held þetta verið það, en svo var ég að lesa að hann, Derek Robertson, segir þetta sé eitthvað vinur hans sem hann hafði beist þetta á. Þess að sköllta típan? Og háruða típan, sko. Nú, eitthvað vinur hans sem var eins og svo loðinn? Já, en fór síðan og krúnurækjaði sig. Já, það ok. Þetta geggjaða, þetta, svona, það sem ég held að vera að segja, hann var að konverta Alan Moore yfir í Grant Morrison, rithöfundur. En þín kenning er mjög skemmtileg. Ég veit það, sko, en ég var með leður. Það er ekki eðvall. Ok, Spidey's Jerusalem. Ég ætla að segja þetta, Crazy character. Já, ég ætla að segja það hérna að því að ég var ekki viss hvort, að því Warren Ellis var ásakaður hérna fyrir nokkrum árum alveg eitthvað svona massíft haga sér fyrir eitthvað illa. Gagvart á konum? Já. Það var ekki nauðgun, en basically hann er svolítið ykkur asni? Já, algjör asni. Komið stór hópar á konum, hvortur hann misnotað hvað hann var, náttúrulega svona klikkaður rithöfundur og verið að hvað heitir það, gaslæta þessar stelpur og eitthvað svona og ég var þetta, þú veist, hann er 30 þarna, mikið þessar stelpur er 19 til 23 ég skilji. En ég fór sérstaklega og það er til síða sem heitir somanyofus.com og það er byggur til heimasíðu það sem mátt lesa allt þetta, það sem voru bara við erum hópur sem að vill að Warren Ellis taki ábyrgð og það er heimasíðu? Já, og þar er þessi texti Here is the clarity we can offer. Our goal is to transform harm, not cancel Warren Ellis. We cannot and will not sign off on his moral progress. We decline to be the authority on who is allowed to work in what context. We reaffirm our support for the right of creators to be paid for the work, as well as the right of publishers, creatives, and others to determine who they work with. Ég las þetta og þá var ekki, ok. Þá ætla ég að taka Warren Ellis titil og tala samt hvað hann klikkaði penni. Já, líka sko, þetta er svo viðkvæmt topic í dag, með Kevin Spacey eða eitthvað svona, eða svo Weinstein, ógeðslegur gaur, hann framleiddi fullt af góða myndum. Þetta er svona... Þannig að ég hugsaði með mér, að ég slepp honum bara, þurfi ekki að tala um þetta, en þegar ég las, og því ég fór ekki um heimasínu þeirra og las textana þeirra, sá þetta að vera ok. Þær segja ekki cancel honum, en ég ákveð samt að prefixa þetta með því, fólk getur tjekka heimasíðuna og tekið sín eigin ákvarðanir. Það er líka eins og bara með Transmetropolitan, þetta er tegnis að svo fílar. Já. Og auðvitað leiðinlegt að höfundurinn sé síðan einhver asni og var að mista vald sitt og auðvitað leiðilegt, en maður samt kannski fíla bókina eða þá. Ég veit það, og vil tala um hana, sko. Nákvæmlega, og mér finnst áhört þú líka komst með hana, þegar ég er búin að velta fyrir mér í svona langa tíma, það er síðan ég las Transmetropolitan. Ég las það því ég var úlingur, minnum mig. Er þetta ekki alveg frekar gaman? Jú, 99, sko. Já, einmitt. En mér finnst það svo skrítið að þetta er svo svakalega visual saga, líka bara svo karakterinn, bara út á karakterinn, hann er ekki svörtu jakkaðutum, hann er tattúveraður, hann er sköldur, hann er sérstu gleraugu, vinstra auga glerið er svona ferkanta, heitir hringur, ég man ekki hvort það grænt og rautt, þetta er svo sérstakt lúk, mér fannst þetta svo skrítið að vera ekki búið að gera eitthvað með þetta. Já, og sko, það er mjög fyndilegt að þetta 99 sem þetta kemur út, og hann er með smá svona framtíðasýn hana. Já. Og hann næri alveg svona ýmsu réttu þegar maður tala um sko hvernig fólk er að consuma media og eitthvað. En það er mjög fyndið að það er engin farsímar og hann skrifa texta sem þessi blaðamaður sko. Þegar þú hugsa með þér, ef þú myndir gera þetta í dag, þá væri hann alltaf að live blogg, þú veist, hann væri að stríma sko. Já, hann er að skrifa texta. Já. Og sendið textan út og allir lesa textan, sko. Þannig að, þú veist, það er mjög skemmtilegt að sjá hvað vantar. Og einmitt, það er engin með farsíma. Já, bara hann hafa sumt sem hann náði ekki. Já, smartphone, sko. Það er engin smartphone. En af hverju þú sjá þetta sem eitthvað svona live action út? Herðu, sko, ég held, fyrstu 12 blöðin eru geggjuð. Þau eru, þú veist, þau eru svolítið Monster of the Week, en svo, sko, fer hann úr þeim yfir í Smiley-söguna sem er bara Trump-saga, sko. Þú veist, þú ert með þess að ógeðslegu corrupt politicians og þar aftur, þess að South Park segði það, hvort viltu kjósa turd og hvernig var það, og shit, sko, hvort viltu fá, sko. Og það er geggjað líka, þannig að fyrir pólitíkina og hvernig þetta falskt. En svo fyrstu 12 blöðin er svona Monster of the Week, svolítið standála sem hann er að explora heiminn
og bara voru nefnilega klikkað penni, en með klikkað pælingar, skrifa ekki texta. Hvernig tónnir í þessu? Hvað sér þið fyrir? Er þetta spenna? Er þetta svartur húmor? Ég held að þetta sé svartur húmor með svona samt alvarlegu ívafi. Hvernig myndir þú pizza þetta? Bara, þú myndir hitta einhvern executive. Einmitt, ég veit ekki. Ég held ég þyrfti að leggjast eitthvað undir feld, Þetta er svo komast að því. Já, ég þurfti örugglega að fara einn upp í bústaði viku og bara, með einhverja töflu og... Er þetta steikt? Þetta er steikt. Það er einn þáttur þar sem hann fer, þar sem hann er búin að klæða sem Jesú í bókin. Já, og hann fer á fyrir á svona convention, það sem allir að selja nýju ráðstefnu, já, fyrir á svona trúabræða ráðstefnu, það sem allir að selja New Age trúabræða sín, Alveg rétt, maður. En þetta er líka, hann er svolítið mikið að tala í gegnum hennar karakter, þannig að, maður sér oft, randið kemur frá Warren Ellis þegar hann reyður út í eitthvað, Þannig með sína skoðan er svona að tjáir gegnum spæður. Já. En klikkastöf, og aukakararnir eru skemmtilegir. Derek Robertson er geggjaðu penni. Nei, þessar teiknarir, Hann teiknar síðan The Boys. Ég var að hugsa, ég bara, teiknaði hann ekki The Boys? Og hann fær nægan tíma til að teikna, þú sér það líka, Það er oft í komment, þú sér það þeir hafa oft bara mánuð til að teikna. Hann tekur tíma í teiknunda eða færi auka tíma eða eitthvað, Er hann ekki með svolítið, leiðrætt með þetta ráttjóðan, mér myndra eins og með Transmetropolitan, það hefur verið svolítið svona detailed artwork. Jú, þetta er það, Og sem maður tekur eftir er að stundu sleppa bakgrunnum og þá þeir bara, enda í manga teiknundum, þá eru aðstofmenn sem teikna alltaf bakgrunna, Aha. Ég teikna karakterinn, svo bara eitthvað svona gimp. Teikna trén og eitthvað hús og eitthvað. Já. Og þannig er að vinna því, þetta er þetta í Coming to America, ég er búin að vera í frönskunum í 10 ár, bráðum fæ ég að flippa hamborgurum, ég er búin að teikna bakgrunna í 8 ár fyrir hann gaur, bráðum fæ ég minn eigin. Er þetta bara standard í japanskum terminsum? Já, flestu með þessum shonen jump bókum, þar sem menn eru að massprodúsa þetta, komast út, þetta alltaf kemur út í svona símaskram og svo er þessu safnað í svona trade eftir á. Þú hefur búið í Japan, ekki? Jú. Já, minnst það svo áhugavert land. Við erum svo áhugaður að sögu. Þetta er svo klikkaland, þetta er svo geggjaland líka, en það er líka sturlað að mörguleiti, Hvernig er þessi menning? Þú venst þessu, en þú ert líka alltaf, við tölum alltaf sjálfan okkur, við erum með leynimál sem engi skilur, Við erum alltaf skíti útlendingurinn og hvíti djöfullinn, Þú finnur það frá mörgum, þegar þú mætir, ég lendi í því alveg að reyna að fara okkur veitingasta og stelpa maður bara, nei, þið fáðu ekki að koma inn, og við bara heldum áfram og þau þóttist ekki skilja neitt og eitthvað og ég, náttúrulega orðin fyrir eitthvað riðgar í Japan, að reyna að segja, já, komið að borga hvað þurfa að bíða lengi og þá bara tala alltaf ógeðslega hratt við mig og við hefum að fara, nei, letum við ekki bjóða mér þetta, ætlum að borða pinnamat, drekka bjór hérna. Þannig að þú upplifir ákveðna fordóma? Já. Og en svo eru til jákvæði fordómar. Ég hef lent í það einhver eitthvað, ég ætla að snerta hárið á mér, sem svart fólk lendi vist gjarnan í líka, að eitthvað, hárið er svo mjúkt, er svo að badni, Það er mjög sérstakt. Já. En eins og með teiknimyndasögurnar, ég meina, eins og manga og svona, þetta er rosalega vinsælt hjá breiðum aldurshópi, eða ekki? Jú. Er ekki bara allir að lista, eða þess að alls konar fólk? Jú, en, það er þannig, þú ferði ekki Habara, sem er nördakörfið, og svo labbar inn í svona mangaverslun. Fyrstu hæðin er mjög oft svona artbækur og svona, nýjasta mangað og eitthvað. Hvað er henda þetta út? Hæð 3. Hæð 2 er eiginlega alltaf ógeðslega mikið af manga, bara svona, hérna er lagarinn, Og svo eitthvað stað fyrir aftan, það er svona annan stíð, sem stendur á svona 2 hendur eða eitthvað, bannaðin átján. Hvað er henda, Bjössi? Það eru klámteiknimyndasögur. Sérstaklega gerar það því Japanir, þetta er eins og í Jurassic Park, Life Finds a Way. Japanir bönnuðu klám. Þannig að þá bara, já, heyrðu, hvað megum við sína?
já, megum við ekki sína geirvörtur, já, ok, þá eru bara enga konur með geirvörtur, þú veist, þá bara vantar geirvörturnar á konundar. Megum við ekki sína tippi, já, þá er þetta skrýmsli með svona einhverja arma eða eitthvað, tentacles og... Þetta er grillað stöf. Alveg ógeðslega, og það er ógeðslega grillað að fara upp á 3. hæð, komin í doujin sectionið, sem er svona, það er svona indie klámið. Og þú kemur þar og það er bara eitthvað svona bankastarfsmenn, jakkafötum að skoða og konur líka er eitthvað, ok, það er bara kynja hlutillinni að kaupa þessi klám teikmyndasögur. Þú veist að skoða að henda þetta út? Já. Mér finnst bara svo að finna því ég sé sumt af þessu. Þetta er ekki alveg fyrir mig. Nei, þetta er alveg... Og sumt anime sem maður sér líka, maður er bara eitthvað, wow, ok. Þið er ekkert að djóka. Nei, og þeir hafa verið kritisæsað svolítið fyrir þetta og ég held þeir hafa verið að banna daginn í Japan að gera klámmyndir með stelpum í skólabúningum. Já, þeir voru svo gjarnir að gera það. Að þeir náttúrulega aðtöðu skólabúningarnir eru grunnskólabúningar og svona menntaskóla, Já. Þannig að ef þú ert með karakter í skólabúning, þá getur hann ekki verið orðinn 18 í þessu settingi, Eru það max 17? Ég er 16 eða eitthvað, ég man ekki nákvæmlega hvernig skólakerfið er úti. Þeir eru ekkert að feimlega að teikna svo leiðis? Nei. Þeir líka, ég held að age of consent sé 12 eða 13 ára eða eitthvað. Nei, það er verið að vinna í að hækka það núna, Þeir eru, en svo, þú veist, eru þeir sturla kurteisir, ógeðslega hjálpsamir og eitthvað. En það er bara, þegar þú bælir fólk svona mikið niður og bannar eitthvað svona, þá verður til eitthvað svona weird sexual kultúr, Þetta er líka, ég hef talað þetta aðeins í podcastuna, því ég veist svona japanska bíómyndir og maður sem tengis Japan finnst mjög áhugavert. En þeir finnst það svo ekstrím alls, þetta sem ég líka heyrt, ég hlustast það mikið á þungarokk þegar yngri, svo ég hlustast kannski okkur japanska þungaroksljónsveit, það var bara eitthvað crazy, það var bara eitthvað allt öðruvís en annars ég hlustast það. Hann segir Dan Carlin hérna, sem er með Hardcore History þættina. Sem er annað klikka podcast og ég auglýsi annað podcast í podcastinu þínu. Það er góðlega. Hann er nýbúið með þættið sem hann fjallað stríði Pacific hlutanum, og Japani sérstaklega. Og það er þessi setning, the Japanese are just like everybody else, just more so. Og það virðist eiga við allt sem þeir gera. Þetta einhvern veginn bara, já, ég er alveg, þú veist, eitt besti gjósa eru svona dumplings, svona pork dumplings, svona steiktir, alveg klikkaðir. Besti gjósastæður í Tókjó, sem ég eftir að prófa, sem ég er að fara að prófa næst í fyrir þarna, er rekinn af gaur sem var arkitekt og fór á hann veitingastað frá því hann var eitthvað 8 ára. Svo frétt hann að eigandinn var að fara að retæra og hann eitthvað, mér nú alltaf langaði að vera kokkur. Þannig að þessi arkitekt tók við gjósastæðnum og 50, aldrei unnið sem kokkur, aldrei rekið veitingastað og fór að reka gjósastað sem er núna með Michelin-stjörnu held ég eða eitthvað. Já, ok, það gekk mjög vel. Já, það er stjörnlun finnst mér eitthvað við Japan, Þeir gera alls konar dótt. Já, og þetta kemur svolítið vel fram í Jiro Dreams of Sushi. Þegar aðstofamaðurinn hans er að segja frá því að hann var búinn að búa til 100 eggjakökur. Það er svolítið vandamál að gera japanska eggjakökur. Það er svona upprúllaðar, ferköntum pönnum, eggið með fljótandi og hann henda 100 eggjakökum með eitthvað. Og svo segir hann svo gerði ég eggjaköku og Jiro horfði á mig og sagði, já, svona átti að gera það. Og þá grét ég. Þá grét ég. Ok, ákveður fór að tala, ég man ekki á transmet og klám og eitthvað, mjög výrt. En ég held ég mæli með að fólk tjekkja á transmet, treytin eru til og þetta er óslega skemmtilegt. Hann er óslega mikill fáviti, en þú ert með karakter í kringum hann sem eru mjög skemmtilegir og pólitíska sagan og eitthvað. Og þú getur dottið inn í þetta líka, þetta er mert bara 1 til eitthvað. Já, fyrstu 12 blöðunir eru öll standalónsögur, hann getur bara keypt fyrstu bókina og lesið hana og setja hérna með hinna sögurnar. Og þetta var ekki langt raun, þetta voru 60 blöð held ég eða eitthvað. Já, einmitt. Þannig að, þú veist. Ég held að lögregla hafa lesið þetta allt. Já, þetta er ekki stórt, transmet, mæli með því, Þetta er kannski 10 bækur eða eitthvað. Eða eru já, ekki meina það 5-6 blöð í hverju bók. Já. Ok, Transmetropolitan
Ef að slæti yfir næsta. Hvað næsta? Næsta er líka Warren Ellis. Og þetta er eiginlega uppáhaldsteiknum saga mín. Bara of all time? Já. Og ég kom ekki með neitt hérna af því að, já, á það allt áritað. Tími ekki að fara með út rúsi. Og nú veit ég bara hvað ég stend. Nú veit ég hvað bíóblaði stendur hér. Það er ekki herra en Warren Ellis. Ekki áritað Warren Ellis, sko. Ok, hvað það? Þetta er Planetary. Það er titill sem ég hef heyrt, en ég veit ekkert þessu sögu. Þetta eru Archaeologists of the Impossible. Og þarna er hann að leika sér að taka gamla pulp-stöfið og býr til nýja karakter, hann er með Doc Brass sem er svona Mirror Doc Savage. Er þetta sci-fi? Þetta er sci-fi ofurhetjur. Og það er þú finnur, það er einhver heimirinn undir og þetta hefst með því að Snow, ég held að þessi Jon Snow, er rekrútaður af Planetary Society til að joina þá. Hvað er Planetary Society? Hvað? Þú veist það ekki alveg þú byrjar, sko. Nú er það kannski, já, þú kannski vilt ekki segja það. Já, þú eru byrjað að lesa það og veist ekki alveg hvað þetta er, en þeir tala Planetary Journals, það gefur nú journal á hverju ári, The Planetary Journal. Er þetta eitthvað svona Illuminati-dóti? Nei, þeir eru sko svona archaeologists, segja þeir, sko. Svo er fornleifafræðingar? Já, of the impossible. Og þeir eru sko, en þeir eru samt ofurhetjur, sko. Þeir eru að leita eitthvað? Þeir eru að finna hluti, þeir eru að stoppa stöf, þeir eru allt svolítið pulpy. Og fyrstu blöðin eru svipið og með transmet, öll svolítið svona standalone. Já, það er engin svona heildarsaga. Já, en hún kemur í gegnum standalone sögurnar, sko. Ok. Og hann er svolítið að leika sér með í fyrstu blöðunum. Þú veist, eitt blöðið er bara kaiju. Það eru menn á eyju, Japan, að eitthvað explore og það er allt svona, það eru kaijus út allt, sko. Risaskrimsli. Já, og þeir eru að útskýra hvað þau koma. Eitt issueið er hvað skrifaði þetta niður? Já, svo er hann að leika sér að endurgera DC og Marvel karaktera sem annarkvort hetjur eða vonda karakter hjá sér. Já. Og hann er svolítið, og þetta er Planetary er sem sagt spinnar inn í, hann tekur við titli sem var umurlegur, hitt Stormwatch í kringum 97, 98 og gerir klikkastöf með honum. Fær geggjan artist með sér, Brian Hitch, og þeir gera sér Stormwatch og spinna út úr því annan titli sem heitir The Authority. Já, ég hef heyrt. Sem Mark Millar tekur síðan við setna. Og Planetary kemur inn í þetta. Og hann er mjög mikið að vinna með þetta svona interdimensional stuff og eitthvað kallar The Bleed og þú veist, hann er mjög líka að lesa mjög mikið þetta voru nælis eitthvað svona science magazine, science journala. Þessast Planetary, er þetta ein saga? Já, þetta er bara 27 blöð. Já, þetta er bara, þú getur farið, keypt bara rönnið. Einn omnibus komið, sko. Ok. En hann er rosalega mikið að vinna með að mirrora aðra hluti sem þekkir á svona skemmtunum máta, en með þessa karaktera í kring, sko. Hvernig séu það fyrir þig live action? Mér ertu að tala þá seríu, hvernig feelingur er þetta? Er þetta líkt einhverju sem þetta eftir í hug? Sko, ég held að sko gætir reynd að gera þessu seríu, þetta endar alltaf sem aðeins low budget held ég, nema náttúrulega, þú veist, maður sér Mandalorian hvað er að gera þar með Unreal stuffið, sko, sem er klikkað, þannig að það væri möguleik að gera eitthvað þannig. En þú þyrftir eitthvað budget? Þú þyrftir budget fyrir þetta, tjúnaðast niður held ég held að geti náðu þessu í kannski 3 bíómyndum, sko. En þetta er ekki action-dút? Jú, það er action í þessu. Karnir þú ert með, sko, Snow sem er, sko, svona frostgaur, sko, og sem kennstæði setna mér er Century Baby, eins og Jenny Sparks og fleiri karakterar úr þessum heimi. Svo þess að hugmynd sem Warren Ellis var að vinna með var að jörðin spýtur út svona Century Babies á fyrsta, sem sagt, það kemur í öld, þá spýtur jörðin út mönnum sem eru gerðið til að verja hana. Frá ítlum öflum. Spýtur, það er það bókstaf. Fæðast, sko, Century Babies og þau verða alltaf 100 ára. Og svo deyja þau og eru reborn. Er þau með eitthvað krafta? Já. Þannig að Jenny Sparks var með svona electricity powers og hann Jon Snow er með svona, þetta eru overhitjur, sko. Já, ég skilji. Þannig að það getur eitthvað svona overhitju action og... Já, þú ert með Jaquita Wagner hérna sem er svona Wonder Woman típa og Drummer sem er svona hackari, svona supernatural hackari. Hversu þekkt er þessi sería? Akkur ekki búið að gera neitt úr? Ekki, ég held bara allt, þetta tengist inn í Stormwatch og þetta image stuff og allt Stormwatch stuffið
endaði bara undir teppi hjá DC. Þú veist, þess að ekki stónateltur hérna Planetary, er þetta Vertigo? Nei, þetta er Image. Þetta er DC. Þetta er Image. Þetta er Jim Lee, sko. Þetta er hérna Wildstorm fyrir ekki. Og ég er talað Planetary. Já, það er DC. Nei, Image. Image. Það er Image. DC keypti Wildstorm á sínum tíma og fekk alla titlana til sín og þeir vissi ekki hvað að gera við þetta. Þannig að reyndi eitthvað að gefa út og seldi ekki nóg vel, þannig að þeir sópuðu svo bara undir teppið. Ok. Það verður bara sann að reiki eitthvað þar. Já, en þú veist, þegar þetta var að koma út, þú veist, best lét, sko, þegar Jim Lee seldi, þá voru þeir að móka út titlum. En í dag þá er þetta bara forgotten, sko. Hvenær byrjaði Planetary? Heyrðu, það tók þá, ég man ekki hvort það voru 7 ára að gefa út 27 blöð eða eitthvað. Ég man ekki hvernig fyrsta blaðið kemur. Nú var svona eitthvað löng pása, eitthvað svona hlé. Já, ég man ekki, sko, John Cassaday sem teiknar þetta, klikkaði teiknari. Ég man ekki hvort hann var veikur, hvort það var eitthvað licensing vesen, ég man það ekki, sko. Fyrsta tölublaðið, mannstu hvernig kom út? Er það 20 ára gamalt? Nei, ég get flettið upp, sko. Þetta er örugglega svona 15-20 ára gamalt, sko. Já, ég fór bara einhverja hugmyndum hvort sé eitthvað mjög gamalt. Terry, comic. Sjá hvað internet Þessi, hversu fljótur ertu að googla? September 1998. Já, ok, þetta er alveg fyrir aldamótin. Og síðasta plagi kom út október 2009. Samt bara 27? Já, 11 ára gefa 27 issues, sko. Þannig að getur ímyndaði hvað ég var, þú veist, hvað maður búin að gefast upp að þetta kemur ekki hann út, sko. Shit, þetta er svo George Martin, heldur hann klára ekki sem hann Game of Thrones? Nei, ég held ekki, sko. Never, sko. Never. Höldum áfram, Planetary mæli með því. Hljóma spennandi, hljóma svolítið öðruvís líka. Þetta er uppáhaldsteikmyndasaga mín. Það er svolítið erfitt, maður þarf að lesa þetta til að ná þessu. En það er, þú veist, það er heavy pulp influences og þau eru að fara á staði. Þú veist, eitt blaði gengur bara út á, sko, rannsaka eitthvað svona gamlar leifar, það sem vísindamenn í byrjun, sko, 20. aldar voru að komast til tungsins með kanonum og eitthvað svona þannig pælingar, sko. Hvað er svo aðgengileg þess að? Frekar, hún er alveg standalone. Það, ég held að, já, það er basically, þú þarft ekki að vita neitt, þú getur bara að lesa þetta og búið, sko. Og þetta er alveg, er þetta þungt? Er þetta léttmeti? Ég myndi segja svona milli, sko. Þetta er ekki svo að lesa, hérna, eitthvað þungt Grant Morrison stöf, sko. Ok, ég ætla að spyrja, svo Sandman, myndur þú kalla það aðgengilega svo? Ég myndi segja að hún sé svolítið þung, sko. Mér finnst það, ég reyndi að lesa það hjá úlingur og ég var bara, Artið er líka frekar slaft í fyrstu bókinni. Bara að verða að segja, sko. Ég var að review hann daginn út af Sjónu-seríunni. En geggjað art, vel skrifað, skemmtileg karakterar og eins og segja, þú getur bara keypt eitt stóran omnibus og áttu með þetta allt, sko. Ok, Planetary, hvað er með meira? Hvað er með næst þetta? Já, þú getur farið í pokan, sko. Ok, þú ert með þetta hérna. Bjössi mætti undirbúinn. Grams eitthvað í pokarinn. Ég var líka að hugsa hann, ég fatt ekki að þú væri búin að koma með alla sögurnar. Ég byrjaði eitthvað, svo leiti á listan og hugsa með mér, ef ég er ekki með neitt visual með þessu, þá, þú veist. Ég er ánægður að komast með eitthvað, ok, hér erum við með. Hvað er þetta? Þetta er Alan Moore. Ég hugsa með, ég verð að vera með Alan Moore hérna inni, sko. Og svo byrjaði maður að sko, og það er bara búið til bíómyndi með öllu góða Alan Moore stöffinu, sko. Já, heila. Þetta heitir sér að þetta er Neonomicon og þetta er Alan Moore að taka H.P. Lovecraft. Þetta er 3 seríur, sko, sem er The Courtyard, síðan Neonomicon og svo Providence. Býtu, en er þetta alltaf, hvað er 3 seríur? Hann byrjar að búa til seríu sem heitir The Courtyard, svo gerir hann þessa seríu, Neonomicon, og svo gerir hann aðra seríu sem heitir Providence. Og það tengist allar saman. Já, þetta er sami heimur. Já. En svo Neonomicon, er þetta með hérna 3 blöð? Þetta er svolítið cool artwork. Já, og þetta er alveg full on gott horror, sko. Og svo að því náttúrulega Alan Moore er náttúrulega galdrakall. For real galdrakall. Bókstaflega. Já. Þannig að hann er að vefja alvöru galdrastöffinu pælingunum inn í þessu. Sóharnum, Enochian Angel Language. Sóharinn er sem sagt
er sem sagt oral Tóra. Þú ert með Tóra sem er sko skrifaða biblía gyðingarna sko. Svo ertu með oral Tóra, munnmæla sögu gyðingarna sem að eiga hafa verið skrifað niður í The Zohar sem er 7 bindi, hvert bindi, þú veist, mörg þúsund blaðsíður eitthvað. Okay. Og, þú veist, Alan Moore og Grant Morrison þessi menn eru búin að lesa þetta allt og búin að liggja á pæli við þessu og hérna Masonic rituals og stöfið sem því tengist, sko. Og hann vefur það inn í þetta líka, hann vefur H.P. Lovecraft inn í þetta og náttúrulega locationin, sem sagt staðsendingarnar, hvernig þær tengjast í sögunni, því að hann skrifaði heila bók held ég Nottingham, það sem hann býr, held ég Nottingham. Já, Alan Moore. Já, galdra forsögu Nottingham. Er hann klikkaður? Ég held ekki, hann er mjög sérvitur, sko. Mjög sérstakur. Já, Warren Ellis reyndi að fá hann til að koma til Íslands og hann sagði, no, you can't leave my house, Warren. Og hérna Öllum hittir sem lesum við hann okkur, hann virkar mjög sérstakur. Mjög sérstakur, sko, en hann er náttúrulega klikkaður í töður. Og þú veist, Planet er uppáhalds teiknimyndasaga mín, en Alan Moore er klárlega uppáhalds rithöfundur minn. Ok, ég verð aðeins að spyrja, því að hann auðvitað gerir Watchmen og We From Vendetta og svona, og hann er alveg þekkt að hann þolir ekki, hann hatar bara ekki fokk í efninu mínu, ekki reyna að gera einhverja bíómyndir að þetta, ég er ekki frá að horfa, mér alls bara takk ég nafni mitt. Hvað finnst þú það attitút? Ég meina, hann bjóta til, mér veist að með segja það sem hann vil, sko. Mér veist leiðilega að þú ert að stoppa það með einhverju, þú veist, sem hann hefur ekki gert, hann er ekki ferðið mál eða neitt þannig. Þú veist, að því að hann getur það náttúrulega ekki. Þú veist, hann getur það. Er það eins og DC á bara Watchmen, þegar maður gera sér vilja við það? Já, en hann getur sko, það sem hann getur gert er að festa myndina í pre-production meðan að meðan mál er að fara í gegnum dómstóla og svona vesen. Já, þú meina hann getur búið til eitthvað mál þó að hann vinni það ekki, þá gæti hann hægt og svo mikið á ferlinu og skemmt. Já. Og þú veist, hann að sem hann hefur ekki gert, hann bara, þau bara gera það sem viljið við þetta, bara ekki setja mitt nafn á það. En mér fannst Watchmen klikkuð, sko. Og mjög sérlega gengur. Já, ég eftir að klára hana. Varst það ekki hrifin? Nei, ég bara glimta að klára hana, held ég. Já, ok. Ok. Því hann, þú veist, hann neitar að horfa á þetta, hann neitar að horfa á myndina. We For Vendetta var geggjuð. Sammála. League for Extraordinary Gentlemen var ömurleg. Hún er líklegast verri en Howard the Duck. Það er líka langt síðan sá líka. En ég held að það sé verið að reyna að búið til nýja, sem er vonandi betri. Ég held að það sé einhverju. Þetta bækurnar var alveg cool. Bækurnar eru geggjað. Ég las það, sko. Og hann er búin að vera að skrifa þær nýjar sögur bara og gefa út sem svona graphic novels alveg frekar lengi núna. Nú, ég veist það ekki. Já. Ég held að það væri bara tvær trade paperbacks. Ég held að það er alveg lítið. Og þá fer hann full on. Ég haldi áfram að kenna það galdra, sko. Aha. Og talað unfilmable efni, þá er stöf sem er langað að setja þetta, en setti Neonomicon í staðinn. Og aftur, þetta er klikkað H.P. Lovecraft svona horror-serja. Þetta væri klikkuð horror-tv-serja. Þú ert að sjá fyrir kannski HBO, eitthvað, gera eitthvað alvöru stöf. Og bara, þú veist, og það er hróttalegt stöf í þessu, sko. Þú veist, getur eitthvað sagt, þú veist, hvað er, þú segir H.P. Lovecraft, já, sko, er eitthvað svona basic sögurþráður. Þetta byrjar, sem sagt, Neonomicon og hérna The Courtyard er eiginlega lögreglukona sem er að rannsaka einhver morð. Og hún byrjar alltaf, þú veist, og þetta klassíska hún er að lenda á hlutin sem hún bara, þetta meikar ekki sens. Þetta getur ekki verið, og hún er að tala við partnerinn sinni og hann segir, þú ert bara, hún er nýkomin eftir eitthvað áfall aftur þetta vinnu, og það vil ekki bara taka meira frí eða eitthvað, nei, ég veit hvað ég sá, sko. Og það er svona þannig sem að það er svona, þetta byrja hægt og rólega í að því, þá verður svona meira. Þess að þetta er í grunninn lögga rannsakað út? Já. Okay. Og seinni serían, sem sagt Providence, er samkynhneigðan rithöfund sem er eiginlega H.P. Lovecraft. Hann eiginlega, sko, hann heitir það ekki, karakterinn, en hann er, sko, þú veist, H.P. Lovecraft er mjög sérstakur, sko, og hann býr eiginlega til karakter sem er eiginlega H.P. Lovecraft, sem er að ferðast þessa nýja England, New England,
sem alla sögurnar H.P. Lovecraft gerast í Maine hérna á þessu svæði. Og eitthvað meira væntanlega, hvað, hann var alltaf bara eitthvað að ferðast og... Já, hann að ferðast sögusvið allar þess að saga H.P. Lovecraft, sko, og að lenda þar í ofta einhverjum hrottalegum, ég veit ekki út að segja það í loftinu sem það svo hræðilegt, sko. Einhverju svona ritual, hvað þetta bannaðinu nota, þetta podcast? Hei, þetta internet þáttur, bara, hann bjöðs að segja eitthvað ógeð núna. Skipið þið vil ekki heyra. Sko, skipið svona kannski mínútu. Í þessu blaði hérna, þú getur alveg ímyndað hvað er að fara að gerast eftir smástund hérna. Hann er ekki að fara að éta hana, sko. Það er sem sagt, henni nauðgað af einhverju svona Lovecraftian beast, þannig í þessu sundlaug, í einhverju svona ritual úgeði. Það er annað atriði Providence. Hvað er það að segja þetta? Það er annað atriði Providence, það sem að maður nauðgar dóttur sinni inn í svona ritual magic. Jesús. Og náttúrulega Alan Moore er ekki að segja þetta er virkilega vondaliðið sem er að gera þetta allt, sko. En svo hann hefur sagt, ég býti vonda karaktera, ég er ekki samanlega sem er að gera, sko. Nei, þú verður að hafa, skapandi einstaklingur, rithöfundur, teiknari, whatever. Þú verður að hafa frelsi til þess. Og þannig er hann líka að búa til ógeðslega sem dettur í hug, sko. Og þetta gerist inn í svona Tree of Life, hérna, sem er svona magical ringur úr sóhætnum og því öllu. Og hann vinnur rosalega mikið með þetta allt og svo kemur hann á nýjan stað og hann er alltaf bara eitthvað, gaurinn er bara eitthvað, Jesús, ég þarf að komast heim og... Shit, ég er til að lesa þetta, maður. Já, tjekka á þessu. Þetta finnst svo spennandi. Og þetta er sem sagt Courtyard, Neonomicon og Providence. Af hverju hann ákveða að breyta alltaf titla og eitthvað. Og þetta er allt gefið út af Avatar Press. En ámaður eitthvað, lest ég í ákveðinu sem skiptir eitthvað máli hvað röðum? Já, ég lesaði þessu röð. Courtyard sem þetta kemur út. Courtyard, Neonomicon og Providence. Og hvað, er það bara búið? Get ég keypt þetta bara allt og... Já, það var bara búið. Hann hefur ekkert gert meira, sko. Ég vissi ekki einu sinni að hann var að gera meira fyrir Providence 1 kom út og ég gaf, ok, meira Alan Moore, H.P. Lovecraft, geggjað. En eins og þetta Neonomicon, sem út með hérna, út með 3 blöðu. Já, ég held að þetta séu 6 blöðu eða eitthvað. Já, ok, þetta er kannski 1 trade. Þetta er kannski bara 3 bækur. Sko, já, getur verið að Providence séu 2 og Courtyard er bara svona svo bæklingur, sko. Þannig að þú getur sest niður á góðri kvöldstund og stúta þessu öllu. Já. Að vísu, ef þú vilt lesa allar auka nóturnar sem fylgja með Providence, allar reffana og allt, þá ertu svona kannski 2 kvöldstundir, sko. Og þetta finnst mér svolítið spennandi. Bæði var ég til að sjá seri eftir þessu. Já. En ég er líka alveg til að, ég spennt að lesa. Já, ég mæli með þessu, sko. Ok, förum að halda áfram. Áður en förum áfram, annað unfilmable er Promethea eftir Alan Moore, sem er ofurhetjusaga, sem er líka kennslubók í göldrum. Alltaf reyna að kenna okkur gald. Það er sko, það er heil saga þar sem Aleister Crowley í öðrum heimi gengur með Prometheu og kennir henni tarot galdra. Var ekki Crowley, var hann ekki djöfladyrkjandi eða eitthvað? Jú, hann var svona galdramaður, djöfladyrki, og ég held að Victoria hafa sagt að hann hafi verið the most dangerous man in Britain. Og hann hélt svona einhverja orgjur og einhverja galdra. En hvað, þekkir þetta eitthvað? Svo núna Alan Moore segist vera galdramaður eða galdrakarl. Sko, þú veist að Alan Moore og Grant Morrison eigi galdrastríði. En galdrar alltaf ekki til. Þannig að hvað er þeir að læra, skilur? Hvað er þeir að... Þú veist, ég held þetta er alltaf, þeir eru alltaf að reyna að hafa áhrif á raunveruleikann. Og, þú veist... En mér ekki trúir hann á þetta? Jú. Grant Morrison lýsir því, og sko, hérna lýsingi, hann lýsir því að hann hafi verið á hótelbyggi, sett ekki á að tekja eiturlyf, en það hafi komið verur sóttan, farið með hann í annan heim og sýnt honum eitthvað, sko, eftir hann performaði eitthvað magical ritual. Nema hvað, eina sem ég hef prófað á æfinni, fyrir utan smá gras og áfengi, er DMT, sem er sko svona super hallucinogenic svona efni sem að gefa þér sko korters trip og svo búið. Ég var ykkur í partí sem bara þetta var ég, when in Rome, ok. Ég taka fram að þetta var ekki partí sem við hittist í. Nei. Og þetta er partí. En ég prófaði þetta og það með komu verur
og svo las ég seinna, heita Machine Elves, mjög algengt þú tekur inn DMT að það komi Machine Elves. Og sækja þig. Já, og það kom þessar verur sem voru svona eins og svarthol, sóttu mig. Hljóma skeri. Þetta var alveg smá skeri, sko, og það færðu mig til borgarinnar sinnar. Borgin að leita út svona eins og Möbius hefði hannaðan á var handpainted svona með svona vasslitum. Og ég hugsaði með því ég las þetta, ég hugsaði með nei, hann var klárlega á einhverju, þetta nákvæmlega sama við uppliði. En hann vill meina að þetta hafi verið galdra sem sömmunuð einhverja verur sem fóru með hann einhvert. Ég meina, hvað heldur hann að sé Harry Potter? Ég meina... Nei, þeir eru sko svo í einhverju treytinu, einhverju komikinu. Þá hann að kenna galdra aftast Grant Morrison. En þeir eru sem sagt Alan Moore held ég sé svona old school galdra. Grant Morrison er eitthvað svona new age galdra, sko. Og þeir eru eitthvað svona galdrastriði gegn teiknisöflaðið sín. Það er allt bullshit. Ég meina. Hey, you do you. Mitt, sko. Skilurðu, bara gegja. Ok, ef við að halda áfram. Herru, slætum yfir í. Herru, ok. Vel að þessa maður. 9 námi. Já, þetta er geggjastöf, sko. Þetta er nú við. Ég er sem að slæta, víst, ég með það hérna uppi. Ok, hvað er með það? Ok, hérna erum við að tala um. Mér finnst það sérst sölumar, ég er bara að selja mér eitthvað svona. Já, sko. Hefur ekki séð bíómyndir til þess, þegar einhver að fara að kaupa byssu. Og byssusalinn er bara, ok, ég er með þetta, en ég er líka með þetta. Bara hvað leist þið best á? Og svo er það þannig. Og svo, hvað er kassanum fyrir aftur þig? Þú veit ekki það. Ok. Herðu, ok, förum beint yfir í hingaldramannin, Grant Morrison, seríu sem heitir Nameless. Og ég ætla að slæta þessu út. Nameless, ég hef ekki hýrt hana. Nei, þetta er lítil sería sem hann gerði. Ég þóra að taka á þessu, þetta er svona flottum umbúm hérna hjá þér og Nameless. Allt í mynd. Þetta er sci-fi. Event Horizon meets hvað heitir hann á tölvuleikirnar? Dark Space. Nei, Dead Space. Með og hann sagði sko og hann sagði líka sko hann vildi gera sci-fi horror sem í staði fyrir að byggja á H.P. Lovecraft sem hann fannst svolítið overdone ja. Þá vildi hann byggja á þessu Sohar, gyðinga mysticism horror elementi svolítið sko. Þetta lúkar ég til í þetta. Og þetta er alveg mjög brútal. Ég sá það á teiningunum. Skemmtilegt art sko. Og þetta verðist ekki það gamalt. Nei, ég held sé kannski 5-6 ára eða eitthvað. Er þetta búið? Já, þetta er bara, ég held sé 6 blöð eða eitthvað sko. Þannig að þú getur bara farað að keypt 1 treit held ég og komið seríuna sko. Og þetta er sko geggi míniserja hljómar. Eða bara bíómynd. Full-blown bíómynd. Bara full-blown Event Horizon á sterum sko. Ég væri til í það. Þú veist, það hefur enginn þorað að gera Event Horizon aftur einhvern veginn. Þetta er það sko. Þetta er alveg bara þetta er brútal hryllilegt sko. Og þetta er cool saga og já, og hún er esoterísk. Þú veist, í fyrsta blaðinu þá dreymir karakterin einhvern líkil sem að einhver eldan og hann er að sketcha líkilinn í þrívít og I think we need it in the future. Eitthvað, þú veist, þetta er alveg svona skemmtilega výrt og það sem að premissið það kemur loftstipp sem er lenda á jörðinni. Já. En þegar þau senda þú veist, eitthvað farl að taka mynd á honum og þá eru eitthvað svona markings, eitthvað symbol og eitthvað drasl á steininu. Alltaf til eitthvað svona. Þannig að þeir getum ekki spreyta hann strax, þurfum að kíkja á hann fyrst. Skoða hann fyrst, sko. Úff. Já, þetta er alveg, þetta er geggjastöf, sko. Nameless, þetta hljómar einmitt getur verið geggi bíómynd eða eitthvað cool míniserja. Já, ég einmitt var mjög leiður þegar þeir canceluðu horror, sci-fi, space opera seríunni. Hvað? Þetta var svona horror, þeir eru farið með geimfari að öðru geimfari held ég. Þeir eru jörðinni í framtíðinni og það kemur eitthvað svona alien geimfari inn í sólkerfið og einhver ríkur milljarðarmaður ræður eitthvað fólk til að senda geimfar til geimurana eða smíðar eitthvað svona. Var þetta sería? Já. Var hvað Guillermo del Toro að vera bak við þetta einhver svona horrorkur. Akkur er ég ekki að kveikja?
Þeir gerðu bara eina seríu og svo canceluðu þessu. Þetta er ekki það sem að Martin gerði, skrifaði, George Martin. Var það ekki eitthvað svona Night Flyers? Night Flyers, jú. Já, þetta er það? Já. Og var það góð seri? Ég hef bara horfði ekki á það því ég vissi að þeir eru að cancela þessu. Og... Já, þú veist, ég hefði gaman að henni og þú veist, ég horfði á þetta 1 þátt í viku, þannig að maður var alltaf límdu við stólinn, nei, hvað er að vera að gerast? Hvað heitir þetta ekki Night Flyers? Jú, Night Flyer eða Night Flyers eða eitthvað, já. Þetta er ekki það gamalt. Nei, við 3-4 ára eða eitthvað. Og þetta var byggt minnum á bók eftir Martin. Já, er það málið? Mér minni það. Það getur verið. Mér minni það. Ok, Nameless, Event Horizon saga ykkur. Til ég. Já, þetta væri alveg, já, brútal, þú veist, hvar er nýja, þú veist, hvernig fáið Event Horizon 2. Spilar það töluleiki? Já. Það er að koma núna, held ég, hvað heitir hann? Callisto Protocol. Þetta er frá gæjan sem gerði upprunalega Dead Space. Já, ok. Þetta er eitthvað svona sci-fi, horror, action, eitthvað. Ég er með svo lítið í hjarta, ég þarf að, Það er erfitt að spila horror töluleiki. Ég spilaði Amnesia. Veit ég hvað það er? Það er svona super horror töluleikur, sko. Og það er svona, kemur það svona stiga sem fer hún í vatn. Þú heyrir eitthvað svona svona splass í vatninu. Ég er algjört myrkur. Svo er bara fuck this og veist ekki hvað er það. Ég kvittaði leikinn, uninstalla honum og hef ekki spilað hann. Þannig að þú veist ekki hvað er hún í þessu vatni. Ég skil það mjög vel. Ok. Herðu, slætum áfram. Slætum áfram í næsta titil. Herðu, við förum í allt aðra sálma. Grín. Nei, spæjara, sko. Spæjara, og þú ert með blað. Mér finnst þetta svona jólasveit, þú fari í pókaðin, koma eitthvað trít. Það sem er svo geggja við þetta er Checkmate frá DC Comics. Þetta er aldrei Checkmate. Þetta kemur beint eftir Infinite Crisis. Þetta er skrifað af Greg Rucka. Hann nú skrifað nokkuð til það. Já, og hann hefur skrifað svolítið mikið af spæjara-thrillerum, sko. Og ef við lesum það, sko, Checkmate, a division of Task Force X is a covert operation agency. The anti-hero team first appeared in Action Comics, blah, blah, blah. In the wake of events depicted in the miniseries The OMAC Project and Infinite Crisis, Checkmate is recharted as a United Nations Security Council affiliated agency and was the one given its own series. Hann basically að taka, sko, Who Watches the Watchmen pælingar í DC-heiminum. Amanda Waller, most evil woman in DC. Já, er hún í þessu? Hún er yfir þessu. Og þetta bara, þú veist, þetta er James Bond með svona low-key overheitjum að gera eitthvað spæjara shit í DC-heiminum, sko. Þetta er að hljóma kannski bíómyndaserja? Ég held þetta geti verið geggjuð bíómynd. Þú ert búin að stabilisa hann Amanda Waller karakter bæði í TV og movies. Er þetta fullorðinstótt? Já, þetta er alveg fullorðinstótt. Er þú að tala um þetta þyrfti að vera R-rated og eitthvað svona tótt? Nei, ekki einu sinni það. Þú veist, R-rated kannski fyrir sko eitthvað ofbeldi. Ég held getur alveg gert þetta PG-13 eða... Þú getur slapp með það? Já. Minn, er þetta eitthvað svona Suicide Squad dæmi? Nei, þetta er nefnilega ekki það. Þetta er miklu meira James Bond, Casino Royale, nefnum bróðurheitjum. Þú veist, í fyrsta blaðinu cool. Þau eru infiltrata hvað heita þeir? Cobra. DC Hydra, það eru svona, allir gauðir með svona Cobra outfitum. Heldur heitir Cobra eða eitthvað. Þeir eru svona Evil Agencies og Hydra. Ég hef lesað alveg þó nokkra DC titla, ég var ekki að það að heyrt Cobra. Kannski heita þeir eitthvað annað. Þeir eru allir í svona Cobra outfitum. Ok, ég maður allavega ekki að því. Allavega, þeir eru infiltrata eitthvað agency og þeim og ná ykkur upplýsingar, sko. Og þú veist, þannig að bara cool karakterar líka og þú veist, Amanda Waller það er eitthvað svona, svo ertu með sko út með uppsetningu í þessu, þetta heitir Checkmate, þannig að það er White King, White Queen, White King og allt sko. Sem eitthvað svona codenames. Já, og sem sko hierarkin í Checkmate. Já, í liði heitir Checkmate. Já, og þegar saman byrjar þá minnir mig að hann hvað heitir hann, fyrsti Green Lanternin? Magical Green Lantern karakterinn Alan Scott? Nei, hvað heitir? Var það ekki Alan Scott? Já, muna það. Bara fyrsti Green Lantern? Já. Ég verði að googla þetta, vissi. Heitir hann ekki eitthvað Alan Scott? Það getur verið. Þannig ef ég googla First Green Lantern Alan Scott, er það ekki talað þeirra?
Jú, þessi. Hann þarna yfir í byrjun, sko. Já, ok, þannig að það eru fleiri svona þekkti karakterar fyrir utan Waller sem eru í... Já. Er það ekki orginal karakterar? Sumt að þessu held ég, úr OMAC Project og eitthvað. Það er Infinity Crisis bara chapter út af fyrir sig að skilja og lesa. Já, þetta ekki eitthvað risa svona... Það var risa event og ég skrifaði þetta niður, sko. Infinite Crisis var geggjað. Þar voru með, sko, The OMAC Project, Villains United, Adam Strange, Run Thanagar War og það allt einhvern veginn aukast titla sem komanda til hliðar og OMAC Project, þar Batman kemur mikið sögu, sko, sem vinnum að OMAC hafi verið eitthvað svona backup dæmi hjá Batman ef einhver myndi gera eitthvað slæmt. En ef þú vilt lista Infinite Crisis stóð, ég minna, þarfst ekki að fara bara eitthvað þvílíkar rannsóknir þess að vita hvað á... Jú, ég myndi bara lesa Checkmate frekar, sko, þarfst ekki að vita neitt. En þessi með það, ég meina, gæti ég bara að tjekka á þessu á þess að vita neitt? 27 blöð, búið. Svo tók Geoff Jones við þessu og gerði eitthvað ömuluga 4-5 blaða serju og, já. Ok, þannig að þetta til sem bara ein saga sem hægt að kaupa og lesa? Já, með byrjun og enda. Ok. Og Greg Rucka náttúrulega geggjaður í þessu. Þetta ekki allt búið að vera þannig þér? Þetta ekki allt búið? Sem þú ert búin að vera með? Jú, ég held það. Ok, því mér finnst það kostur. Já. Þú veist, það svo, fyrir indie comics, það engin, þú veist, Kerberus kannski, það búið með þess að, já. Það nú oftast einhver endir á þessum, eins og image-stótið. Jú, eiginlega alltaf, sko. Eða því ég var cancelað eða eitthvað, sko. En stundum eins og þetta eitthvað svona ofurðið dót, þú veist, ég sé því... Ég stóð í nægstunum daginn og leit með tegnsu og ég stóð fyrir frá Batman-hillina og bara, ég veit ekki svona hvað ég á að byrja. Nei, þetta er válega. Þó að þú sért mikil comic book gaur, þá er þetta samt erfitt fyrir þig. Já. Hvernig heldur að manni eða einstaklingi í liðið sem fer aðna, kannski ykkur úlingur? Hræðilegt, sko. Sem hugsa bara eitthvað, ég ætla að lesa ykkur tegnsu. Ég fór bara að keypti með Tversóls og Valsbækur íslensku, sko. Því ég var eitthvað, ok. En vandamálið mitt líka að ég á þetta allt, sko. Hvað heldur að eigi margar sögur? Nei, það er mörgblöð. Yfir 5.000 blöð og bækur, sko. Ég er með tvær billihillur. Það var meira, sko. Ég er búin að slæsa mangasafnið alltaf rosalega niður, sko. Já, sem þú tala það, vininni nefndi ekki að vera bara flytið alltaf. Yep. Það fónt. Ok, Checkmate, James Bond-esque. Já, geggjað, þetta væri bara, þú veist, að því að þetta er svo skemmt, þú búin að vera að horfa á DC og sem eru misgóðar, en það að þú horfir alltaf niður bíómynd í DC heiminum sem er James Bond með einhverju svona lightweight overheitjum, ég held að ég hef enginn gert þetta, ég var svona vonast eftir að við myndum fá þetta með Black Widow og það endaði bara að vera eitthvað semi-prump eitthvað. Já, það var eitthvað... Mér finnst ekki svona klúður af því að það hefur verið cool ef það hefur verið meira eitthvað svona aðeins meira grounded. Já. Kannski meira myndi eitthvað Born Identity, James, eitthvað svona. Svo var þetta bara eitthvað svaka set pieces og hún eitthvað að fljúa í gegnum heiminin eitthvað. Það líka atrið sem ekki get sensið þeirri minn, sko. Það eitthvað svona atrið sem að einhver af Black Widow'num dettur niður 5 hæðir, lendir á pípu með bakið, dettur síðan ennþá lengra niður á steypu og stendur síðan upp. Ég var búin að gleyma þig. Og ég var eitthvað, já, þær eru með ofurkrafta. Nei, það er ekkert með ofurkrafta. Nei, það kom, var þetta eitthvað svona hættu við? Vá, ég var búin að gleyma þessu, ég bara síðan einu sinni. En þú, það hjálpa mér, það er geggja vídeo sem mæli með það sem hann að gaurinn leikstir í Shazam er að lýsa 2 atriðum í upptökun á Shazam og vesinu við það, sko. Og það er eitt sérstaklega sem að allir krakkarnir hlaupa út úr húsi, fara í úlpur, hlaupa út úr húsi og fara sem strax aftur inn. Og fólk var eitthvað tilkvæmst þetta atriði eitthvað. Já, þú sko, manneskjan sem sér sko skipuleggjart atriðin, sagði, heyrðu, eftir þetta atriði, þá koma krakkarnir ekki eftir, þau eru að fara úti þessum eftir myndarinnar. Þannig að þau þurfa allir að fara í úlpu. Hvernig gerum við það? Já, hvað er eitthvað svona úti sem þau hlaupa allir út og hætta síðan við að fara aftur inn og er ennþá öll í úlpunum. Nei, ég þarf að tjekka aftur þessu sem og hafa þetta í huga. Já. Það er eitthvað annað atriða sem að hann er svona fljúa í frekar illa gegnum eitthvað svona shoppingmall
og það er eitthvað svona fólk fyrir aftan sem að virðist ekki taka eftir honum, sem eitthvað með svona kústa og eitthvað svona, og hann var eitthvað, já, þetta er krúið sem gleymd að færa sig, þannig við CGI-uðum kústa á stöf í hendurnar. Nei, svo það getur verið ennþá í rammanum. Já. En var ekki frekar hægt að CGI-a þau út úr rammanum? Það er ekki verið dýrir að því kamerun á hreyfingu eða eitthvað, ég veit það ekki. Já. Hei, menn redda sér. Já. En já, checkmate. Checkmate. Þetta er gott stöf og til að svona taka smá svona litla svona, hvað sem er? Ertu búin með 10 titla? Nei, ég á 3 eftir. Ok. Við getum farið aðeins aðra gegnum þá. En sem sagt, Greg Rucka sem gerir þetta, gerir líka Queen and Country sem geggjaður hérna, svona spy titill. Já, mér langar að lesa hana. Frá hérna Oni Press sem hann var með hann Kevin Smith. Við ekki stopnað hann það? Nei, en ég held að hann hefði hlutaði að því að mikið af Lons-titlunum voru James Holland, Silent Bob titlar og Clerks. Já, eitthvað tengt honum. Já, þannig hvort að, ég veit ekki hvort hann átti steikið í eða hvort þið publishuði hann bara. En svo gerði hann Greg Rucka seríu sem heitir Lazarus sem átti að vera hérna inni. En það er búið að optiona hana og hún er í pre-production. Ég held að ég er búin að lesa fyrstu bókina. Hún er geggjuð og það er svona post-apocalyptic, crime family, sci-fi saga. Og það er þeir eru byrjar að vinna í henni? Það er í pre-production. Seríu? Já. Veistu hver er með það? Það er talað er þetta Netflix? Ég man það ekki, þú segir það. En hann sagði Greg Rucka að þeir eru ekki byrjar að kasta þeir neitt, sko. Nei, ok, getur verið 2-3 ári í þetta eða eitthvað. Já, eða 4 eða 5 eða eitthvað, sko. Þannig það er svona kiftur því út úr. Já, að því að ég hugsa þetta er geggjusverið, það er actually verið að gera þætti og ég var búin að hugsa þessa seríu frá því að keypti fyrstu bókina bara, djúðlar þetta gott sem sjónarserja. En svo er gaman líka, þú er búin að tella bara á því þessa 10 titla. Svo er gaman að sjá ef eitthvað þessu verið gert og hvað þessu verið gert fyrst. Það er talað, það getur verið 5 ári það. Hver veit hvort að Howard the Duck sé að fara detta inn, sko? Kannski. Og hvað höldum áfram? Herðu, þá ætlum við í léttari kanta. Það er jólapókin. Ég minn, er ekki vel við hæði, það er að koma jól. Þetta í desember. Fæ ég ekki eigið þetta síðan? Ekki séns. Herðu, það er þessi séri á svona sérstakann staði hjartafinu. Held ég bara út af því hvað ég var gamall þegar ég kynntist henni eða eitthvað. Það er hérna Excalibur. Þetta er old school Marvel. Þarna fórstu að grafa hana. Ég á complete Excalibur í blöðum, sko. 125 blöð. Búið að taka mig mörg ára að köpa þetta allt. Ok. Excalibur. Sko, þetta er Chris Claremont, maðurinn sem skrifaði X-Men í 30 ára eða eitthvað. Já, ég veit. Og Alan Davis, sem er breskuteiknari og uppaldið á mér. Býtu, já, þetta er X-Men. Sko, þeir gefa út Excalibur nr. 1 þegar allar í jörðinni halda X-Men séu dánir. Og þá voru þeir eitthvað, hvað var að gera við aukakartin sem voru ekki með þeim hana þegar þeir fóru í aðra víti eða fóru í geiminu eða eitthvað. Þeir eru að tróða þeim inn í einhverja seríur. Þannig að karnir þessu seríu eru Captain Britain, sem er sko... Þessi hérna? Já, sem er þessi. Sem er svona Captain America, galdra Captain America. Sem er svona verndari Bretlands. Settur af King Arthur eða eitthvað svona álíka. Og kæristan hans sem er shape-shifting álfur úr Avalon. Þú ert með Shadowcat, Kitty Pryde, með dregan sinn hérna Lockheed. Þú ert með hann hérna Nightcrawler og er ég nokkuð að glemma einhverjum? Er þetta bara eitthvað svona X-Men saga? Já, og Rachel Summer sem er dóttir, Rachel Summer sem er dóttir Jean Grey og Scott Summer úr Alternative Timeline sem er ekki lengur til. Hún kom aftur í tíman til að stoppa eitthvað og þegar tókst það, við minnir að Bishop sé úr sama timeline, en tekst að stoppa það, sko. Þannig að timeline er ekki lengur til en hún er ennþá í okkar timeline. Og hver er munurinn á Excalibur sögunum hérna og þetta var, og ég fattaði eiginlega bara þegar ég var að fara í gegnum þetta. Þetta er eiginlega bara Guardians of the Galaxy. Já, þetta er svona festlegt, svona húmor og... Svona húmor og þau eru að fara í, hérna til dæmis held ég,
The Cross Time Caper, sko, svo Intergalactic, hérna eru þau eitthvað starf út í geiminum, hérna, að berjast í einhverju svona John Carter of Mars dæmi. Já. Og, þú veist, þetta er svona light-hearted, fyndið, weird karakterar, weird ævintýri, meðan að, þú veist, leyfðu sér að fara svona í aðra, svona, hvað ég segja, annað bragð heldur en þetta klassíska X-Men. En finnst þér ekki hæpið samt við fáum þetta alltaf einhvern svona næsta árum því að MCU alltaf eftir að þetta verður aldrei gert, never þetta er ofýrt, held ég þeir eftir að gera X-Men já, ég veit það og þú veist, hvenær gera það, ég veit það ekki, sko verður ekki Nightcrawler þá eitthvað með því og kannski, en þetta verður aldrei gert ef þetta verður gert, þá verður þetta generatað af einhverju AI hérna eftir 30 ár, sko Hvað heitir þetta Excalibur, varst maður að segja það? Já, sko, af því að það er alltaf X eins og X-Men Það lítur eitthvað meira það. Þetta er Chris Claremont, sko, þetta er ekkit rosalega original, en svo er þetta líka náttúrulega af því að hann er Captain Britain og hún er hérna frá Avalon, hérna, konunnas, og það kemur inn Excalibur sverðið, galdratingingin við Avalon og það allt. Og er þetta bara hópur af þessu fólki sem lendir í einhvern æfintýrum? Já, bara svona classic old school Marvel. Og þú vilt sjá þetta af því að, þú veist, nú og nóg, fer ekki X-Men og Guardians ákveð þetta? Þetta er aðeins meira öðruvísi. Þú veist, þetta er svona meira funky, en líka bara, þú veist, ég er náttúrulega búin að lesa svo ógeðslega mikið X-Men, þannig að maður þekki söguna svo vel, þannig að þú ert með þessa karaktera, og svo, þú veist, Nightcrawler kom í einni af X-Men myndunum aldrei aftur. Cool karakter. Cool karakter nefnilega, sko. Og hann var svo mikið highlight í X-Men 2. Já, og ég mér leiður hann byrtist ekki aftur, sko. Góðu líka leikaran, hérna. Alan Cumming. Já. Bara flottur, hvernig hann teleportast eitthvað með. Já, þeir höfðu fyrir því að, sko, hann með svona tattoo yfir alla líkamann, eða svona skorin í hann eða eitthvað, sko. Það er rétt, var hann ekki bara í þeirri við? Jú, og svo kom hann ekkert aftur, sko. Og það var ekkert útskýrt akkur. Þú fengi hann örugglega ekki tilbaka eða skrifa hann út eða eitthvað. Hann kemur pottet í MCU X-Men. En náttúrulega, er ekki, X-Men er Bryan Singer eða ekki? Já. Hann náttúrulega búið að cancela honum, hann ég veit ekki kannski vildi Alan Cummings ekki koma aftur tilbaka út af einhver heiðun á settinu eða eitthvað. Já, því hann var heldur ekki í, ef ég man, ég er að rugla. Hann kom aftur. Bara ekki Alan Cummings. Nightcrawler er í nýju X-Men. Það er rétt. Já, ungu strákur. Það er rétt. En það er búið að cancela því timeline, þannig að við fáum mjög nýtt timeline. Alveg, hann var, allt í henni var ég að muna. En var hann ekki bara svo lítur í þeim myndum? Jú, hann finnaði hann ekki þegar þau fara hérna til Stryker hérna. Er hann ekki einhverjum klefa þar eða eitthvað? Nei, það er hann nýju nefandi, ég maður það ekki. Ég maður ekki. Það rennur allt saman í eitt. Það voru misgóðar, þessar nýju X-Men-myndir. Ég var búin að gleyma því að Andrew Garfield hefur verið Spider-Man, fyrir að ég heyrði það hérna í podcastinu þetta. Sástu ekki nógu í hóp? Jú, ég var bara, já, alveg, hann gerir 2 myndir, alveg. Já, það er tala áður hann í nógu í hóp, þú sástu væntanlega nógu. Já, ég var bara, þú veist, ég var bara að gleyma því, hann var Spider-Man. Hann var Spider-Man? Já. Ok, Excalibur, þetta voru aldrei gert, þetta er svona draumur hjá mér. Nördadraumur hjá Bjössa. Já, og líka þetta er með uppáhalds X-Menunum mínum, Nightcrawler og Shadowcat, þannig að... Já, er það þínur uppáhalds X-Men? Já. Það er ekki klassíska Wolverine? Nei, þú ert með, sko, að því, náttúrulega hún, hérna, Shadowcat er the girl next door, og það er hönnunin á henni. Voru það allir nörðum við skottin henni? Já. Þannig að þegar ég er eitthvað 14 ára að lesa þetta eitthvað, þá er maður alltaf ógeðslega skotin í henni sem einhverju karakter, sko. Og hún er líka ógeðslega snjöll, hún kann á tölvur og eitthvað. Já, hún er smá svona nördastelpa og eitthvað. Já. Og svo Nightcrawler er ógeðslega töff, getur teleportað sig sem þetta besti powerinn. Með cool kraft. Já. Hann ætti náttúrulega að vera að knýja einhverja raf, svona, þú veist, vera að teleporta svona lóðum niður til að knýja einhverja rafgeima, sko. Hversu ætti hann að vera að gera það? Já, og það kostar hann ekkert að teleporta upp hluti, sko. Já. Hann brýtur, brýtur energy conservation, sko. Ég skilji. Ok, Excalibur, næstu því X-Men saga. Næstu því X-Men saga. Þetta er svona, hvað kallar maður það? Þetta er svona mitt, hvað kallar maður það svona, Ég get ekki svona dirty, nei ekki dirty secret, svona dirty secret. Hvað kallar maður það? Guilty pleasure. Guilty pleasure, þarna kom þetta. Dirty secret. Þá skulum við fara í geggja þessu. Ok, þú ert með það líka. Er eitthvað eftir sem þú tímdur ekki að koma með?
Það er eitt þetta sem ég glimta að koma með. Býtu, En- wúf! Herru, þessa bók á ég! Áttu þessi bók? Já, ég verið að gelti, sagði wúf! The Wake, maður! Þetta er Eftir Snyder. klikkuð bók. Þú vilt kannski Handleikana. Handleikana. Ég var líka þegar þú tókst hann upp, ég svo aftan á hana, ég bara, þetta kannast ég við. Þessi var drull töff. Þessi er drulldöf. Scott Snyder er mjög skemmtileg penni og ég elska Sean Murphy sem að teikna þetta. Og þetta er svona The Abyss meets Waterworld. Já. Þú veist, þetta er... Var þetta ekki bara ein saga? Jú, þetta er bara þessi bók, sko. Já. Og The Wake. Þessi var heldur skemmtileg. þú veist, hún byrjar, ég ætla ekki að spála miklu. Er hún ekki svolítið svona tvískipt? Jú, Hún hún byrjar, bara fyrstu blaðsíðurnar, þá er svona hávaxin, falleg kona að synda í ykkur svona ruins, eins og bara New York fólk undir sjó og svo er köttað og bara 200 árum fyrr. Og þá farið að lesa hvað gerðist til þess að búa til hennan framtíðarheim og svo hoppum við aftur yfir í framtíðina. Þetta getur verið bíómynd. Þetta var klikkubíómynd. Já. Svona 3 tíma James Cameron epic. Ef við sem fáum öruglandri. Örugglega aldrei, sko. Af því var þetta ekki svolítið fullorðins? Þetta er alveg vel fullorðins Já. og hún er alveg þung. Og Já, algjörlega. Hún var sérstök. Það er svo fyndið, hún situr samt eftir í. Já, hún er alltaf gert það, sko, og ég var að hugsa það, ég hugsaði líka aftur um hann þegar ég horfði á hérna nýju Underwater horrormyndina hérna með henni Twilight-leikonu. Já, einmitt, sem heitir alltaf bara Underwater. Hún heitir Underwater, já. Já. Mjög oft hún geggjuð. Mér finnst hún bara drullu góð. Og þar ertu aftur með Cthulhu, sko. Já, einmitt. Þú hún fer hann að kemur inn í eitthvað herbergi og kameran svona sveiflar svolítið og eitthvað og ég, þú veist, maður sér ekki alveg hvað er þarna. Svo ég fór á interneti eftir á eitthvað og þá er menn alltaf búin að analæsa þetta herbergi í drasl. Já. Og það er svona Cthulhu og mythos stöf alla veggina hana, sko. Ég þarf að horfa aftur á hana. Hún kom mér svolítið óvart. Já, Sú mynd. Ég er alltaf til í eitthvað svona creature feature, tala ekki með þetta eitthvað út á sjó. ég er búin að bíða núna í held ég 4 eða 5 ár eftir Abyss, The Abyss hérna 4K útgáfunni. Ég neita að horfa á hana fyrir ég fæ Special Edition 4K útgáfuna aftur. Erum við að vinna í því? Ég komið hana aftur. Hún er ég horfa á hana aftur, sko. Hún er tilbúin, sko. Hún er búin tilbúin í 5 ár. James Cameron þarf bara þarf bara einhverja 6 tíma í lífinu sínu þar sem hann getur sest niður, horta á hana og signa off. Mér svo skrítið á högstum daginn, True Lies til dæmis. Það er sama, held ég, sko. Það er bara eftir að fá hana. Ég held að sé bara, James Cameron hefur ekki tíma í lífinu út af Avatar. Svo náttúrulega var hann að prodúsa Alita og eitthvað meira. Og hann er bara búin að segja, ég hef ekki svo 12 tíma í lífinu mínu til að sign off. Fucking James Cameron! Og það er búið að gera þetta, sko, hún er tilbúin með öllu. Þannig að bara horfa á hana og segja bara, þetta er gott. Já, og þá fer Brentum þetta bara. og þá fer ég að kaupa Blu-ray-diskin út í búð, sko. Þú veit að langt síðan ég sá The Abyss. Ég var samt aldrei svakalega hrifin af henni. Ég sá hana í bíó í Bandaríkjunum þegar hún kom út. Sem krakki. Já, ég ætla að þú hefur verið 8 eða 9 ára þegar hún kom út. Er hún bara ekki ekki 90 eða 91? Jú, ég er bara 9 ára eða eitthvað, ef þetta hún kemur út. Er hún 80s? Nei, ég var ekki það ungur, sko. Þú ert 82. Já, ég er 9 eða 10 ára þarna, sko. Og Gískaðu, hvað ára heldur þú sé? ég hugsa þessi 9, því ég man bara eftir 89? 89, er ég bara 7 ára? Þegar hún kemur út, Ég fór þetta að pæla, veist, er hún ekki... Tjóðið, það fyndið. Já, og svo gera Ok. hann Terminator 2 ára sinna. Af því að, sko, Þetta er 80s mynd. já, ok. Ég held að það var 90. Hann, já, frændi minn fóð með ána hann í Bandaríkjunum og ég man svo eftir stærsta pop, póka sem ég sé á ævinni og stærsta gos ever, horfa á þess að klikkuðu sci-fi mynd, Ég sko. veit ekki bandaríkjum, sagði það ekki? Jú. Já, þeir alltaf eru líka þessar stærðir hjá þeim. Hefurðu farið síðan í The Butter Dispenser? Það sem getur svona skvörsta smjöri yfir. Þegar ég fari í bíó bandaríkjum, ég legg ekki í sjoppuna. Þetta er svo crazy, Sko. ég er svo að pop eða kóka eða eitthvað. Vorum svo við vorum í Bandaríkjunum þegar að Mad Max 3 kom út og fórum að sá hann í IMAX. Byttu 3. 4 fyrir ekki Mad Max 4. Ég var ekki að tala um Þrjú. Beyond Sorry, Thunderdome. nei,
Mad Max, hérna 4 Fury kom Já. út og vorum við í Bandaríkjunum, Sást hann í IMAX? sáum hann í IMAX. Ég veit það, og við svona ekkert, við vorum bara, Mad Max, það var eitthvað geggjað. Og þá Vægtur orðið þig. vægtur ára tekið, sko. Og þá var einmitt þannig að þú gast þess að þú keyptiði Pop og Coke, svo kannstu fengið refill eftir myndina til að taka með heim. Það er einum of. Til þess að taka með heim. Ég hugsaði líka með mér hefur aldrei langað að taka bíópop með mér heim. Bara refill á þú flappar út bara. Já. Geggjað, sko. Góð dýl. Ok, The Wake er þið svona, ég segja, eitthvað svona adult, The Abyss, Já. Underwater. Og ég elska, þú veist, þetta Dust Till Dawn moment. Þegar þú segir, what the fuck? Þegar þú búin að horfa á eitthvað svona close future mynd og svo allt í náttúrulega komin eitthvað 200 ári í framtíðinni, þú veist, hvað var að gerast? Já, splittast hún, eða skiptast hún ekki svona miðbil, eða svona... Jú, akkurat eiginlega miðbygg. Þá færðu svona pórsöguna, sko. Ég þarf alveg að lesa þetta aftur. Mér fannst hún alveg cool. Ég nefnilega las hann aftur í gærkvöldi að ég get ekki mætt og Já, ekki muna neitt þú hana. ert nýbúin að lesa hana. Já, ég var bara að lesa hann í gærkvöldi, sko. Og hún greinilega heldur sér. Já, geggið, sko. Elsk þetta art. Ég hef oft keypt comics bara því að Sean Murphy er að teikna þess. Sean Murphy, ég kannast eitthvað við þetta. Hann er gert svona eitt og annað, eitthvað fyrir Marvel, eitthvað fyrir Image. Ég bara fíla það er svona 60s, 70s einhvern veginn stíllegur þessu. Ekki hefur hann unnið svolítið með Brubaker. En Brubaker gæti verið, ég bara man það ekki. Lastu sögur sem þetta Sleeper. Nei, hann teiknaði ekki Sleeper. Hvers teiknaði Sleeper? Það er eitthvað svona aðeins... Er það ekki eitthvað sjóngur? Hver teiknaði Sleeper? Þegar pæli því núna. Ég var einmitt að pæli öllum Ed Brubaker sögunum var eitthvað, þetta er svo... Það er allar einsvoldi pörpsögurnar, sko. Var þetta ekki Brubaker sem gerði það? Sleeper? Já. Jú. Sleeper comic. Hver teiknaði Sleeper? Það er... Sean Phillips. Sean Phillips, ok. Það er einhver Sean, Já, ég já, rugglaðist. já. Ok, gott að googlaði það. Þá veit ég örugglega hver Sean Murphy er. Þetta er svona klikka artwork. Já, klikka artwork í, sko. Ok, höldum áfram. Já, Hlusi. Já, klikk, herðu. Það er komið að síðasta titlinum á listanum Ok, og hann er doppulsvindl. hvernig það? Það er búið að gera Sjónvarpsþætti og bíó. bíómynd eftir þessu Ah. og það átt að gera bíómynd eftir þessu árið 2021. Og ég hugsa bara með mér, herðu, við verðum að fá það, því ég hafði hent út Lazarus og ég hugsaði með mér, ég seti þetta inn, sko. Getur ekki skáta? Já, prófa ekki ská. Ok, hvað er með eitthvað aðeins meira? Ok. Var gerð mynd Það var gerð eftir þessar teiknumsögu? það var gerð mynd eftir þessa teiknumsögu, animated mynd og svo átt að gera mynd 2021 og Sem er þið þá live action? Já. Sérst það hefur aldrei verið að gera live action mynd út frá þessu teiknumsögu? Nei. Áður? Nei. Bara teiknumynd? Það er hins vegar over the course of its troubled development at least 5 different directors and 10 different writers have been attached fyrir live action myndina. Og þetta var eitthvað mjög þekkt eða eitthvað? Já, Fuck. fyrsta myndin kom út 1990. Fyrsta myndin. Það verið að gera nokkra myndir. Þessi satt animated myndin kom út 1990. Já, ekki hvað ekki. Þetta er Akira. Ah! Oh my god, auðvitað. Taika Waititi er að tatsin leikstjóri Einmitt. en út af Love and Thunder þá þurfti hann að hætta. Já, hann er ekki lengur að vera að gera það. Já, við vitaði ekki alveg að því að sko hún átti að fara í production 2019 átti að koma út 2021 Akira, maður. Hann Þetta er alltaf manga. Já, þetta er upplega manga og við þurfum að kaupa klikkað hardcover edition af þessi Nexus núna sko. Ég horfði alltaf að ég mæti eitthvað átti þetta sko. Þarfti ekki að kaupa þetta. Það er ekki að köpa þetta. En, Ok, Akira, þetta er alltaf rosalega fræg. Já, og hann sko Frægmynd. Katsuhiro Otomo hefur sagt sko ég vil endilega að þið gerið kópir ekki gömlu myndina. Sástu Ghost in the Shell? Leiknútgóna. Já, mjög Með átt að fín Scarlett. sko. Þú veist, ég skil ekki heitið. Veistu samt taka það fram eitt, Bjössi? Ég Þessi elska allt sci-fi.
eitt sem við rættum hérna og byrjum að taka upp. Er að þú er henni elska bara að eiginlega allt sci-fi. Þú sagði við mig, ef þetta er yfir 5 eða yfir og Undead Movie Database, þá er ég bara ok, let's go, sko. Þá varst þú til. Já. Það er Ghost in the Shell, leiknamyndin. Ég meina, hún lúkaði alveg. Ég skal gefa henni það. Hún lúkaði. En það vantaði eitthvað. Já, og þú veist, mér fannst þessu tvistið óslega næs. Ég hef lokin. Man ekki svona. Það er að því að, þú veist, þeir náttúrulega fengur rosalega mikið flakk fyrir að ráðið hvíta leikonu Já. til að leika asískan karakter. Já. Tvistið er náttúrulega, hún var asísk. Þau byggu bara til nýja líkama fyrir hana, sko. Sem leiti einhvern veginn út. Já, alveg rétt. Alveg rétt. Sem ég hefði smá gaman af, sko, sem svona... Þeir eru að reyna að bjarga sig fyrir hoff. Já, mögulega, sko. Ok, það sem ég er að pæla, því Ghost in the Shell er líka mjög þekkt. Sko, animated myndin er klikk. Akira. Nei, Ghost in the Shell segi, sko, það er bara til að klára Ghost in the Shell. Animated Ghost in the Shell er klikkuð. Bara sem, þú veist, þetta er bara einn besta animated mynd sem gerðu verið. Betur en Akira? Já. Að mínum að því, sko. Oflant sín sá þar. Ég get ekki dæmt það. Sko, teiknimyndasagan Akira er betri heldur en myndin. Já, er það? Já, hún er 6 þykk bindi, miklu meira detailed, alls konar karakter sem kom meira við sögu. En það er öfugt með Ghost in the Shell. Animated-myndin er betra heldur en source material, mangað, sko. Þátt að ég hafi mjög gaman af honum Masamune Shirow sem gerði það. Hann hins vegar, til að fara ennþá dýbra, hann gerir nokkur svona klikku definitive verk. Hann gerir Appleseed, hann gerir Ghost in the Shell og hann gerir eitthvað eitt annað. Eða 2 önnur verk, eitthvað. Og síðan hefur hann bara setið heima á sér og teiknað klám. Þegar þú segir klám, er það að tala um hentai? Já, bara svona ósmekklegar pin-up myndir af gælum. Ég meina, að skrifa eitthvað sögur eða bara að selja eitthvað artwork? Nei, bara artwork. Hann áfyllt af peningum, hann og svo hann tekur aldrei neinn viðtöl, hann vill aldrei hitta neinn, hann situr bara heima og teiknar klám. Já, hey, you do you. Já. Byrju, ok, það er þess að Ghost in the Shell-gurinn. Það er Ghost in the Shell-gurinn. Ok, Akira. Akira er náttúrulega, þú veist, það er á þessu tímabili sem að Japanir uppgöta cyberpunk og eru bara, þetta er klikkað, þetta er Tokjó, svona verður Tokjó og gera ógeðslega mikið af cyberpunk manga og anime. Já, hann gerði Dominion Tank Police, Masamune Shirow, sorry. Og á þessu tíma er að koma ógeðslega mikið af einmitt anime og manga sem er cyberpunk. Já. Þar kemur Akira inn í þetta, en þeir taka þetta einu skrifu lengra með, þú veist, psionic powers, svona post-apocalyptic eitthvað, þú veist, tengistu karakterina og ég held líka þegar vestrænir þú veist, að því hún kom hingað, Akira, og menn hefur bara aldrei séð neitt þessu líkt, þetta á Ghost in the Shell og voru bara, hvað er þetta? Það var svo nýtt, maður. Ég hef aldrei séð teiknimynd gera þetta. Þú veist, fólk er bara vant einhverju Disney og þú veist, ævintýri og allt fyrir börn eitthvað. En ég held að þetta svona snerti ákveðlega strengi hjá fólki á þessum tíma. En eins og með Akira, hvað er þessi saga, stuttumáli? Þú ert með þarna svona bike gangura sem að flækjast inn í eitthvað svona government experimental dæmi. Og þetta er svona klassísk saga um 2 vini sem split apart og enda sem svona bitter rivals. Og mjög fyndið er að Akira, sem er aðalkarakter í teiknimyndasögunum, er aukakarakter í myndinni. Það er hérna strákur, lítill strákur, sem er sem sagt product af þessum tilraunum, psionic tilraunum, og búa þeim texturinn að gera sem ætla að gera, en hann verður out of control. Og þannig að, þú veist, þetta er svolítið fjallar og það færð svona, þú veist, við byrjum í post-apocalyptic Tokjó, að búa að sprengja einhverja kjarnangusprengju, og miðbygg sögunar þá færðu annað svona apocalyptic event, tengdu þessum karakterum sem búin að fylgja ekki söguna. Þannig að þetta er svona gott cyberpunk með smá svona fantastikal elementum. Heldur þess að þetta gerir þetta almennilega í live action? Ég held það, en ég á líka að hugsa
ég held að þetta væri betra sem bara full on Arcane style 3D animated stuff, sko. Það var góð serja. Það var klikku serja. Fuck. Og þeir líka bara, sko, ég horfði á Arcane, svo horfði ég á Marvel What If, og ég var bara, you should be ashamed, sko, með hvað þeir voru að gera þarna Arcane, sko. Já, ég get ekki búið það saman. Ég held að það ná að gera eitthvað þannig, frekar en eitthvað live action. Ég held líka bara, þú veist, ég veit ekki hvernig það er ætla að gera söguna, en hvort er þetta að setja hana þú í Tókjó, þá þurfið það bara að ráða alla asíska leikar í Hollywood. Það fyllir hlutverkið. En eins og það, veist, ætti þetta ekki bara að vera japansk kvikmynd? Jú, en þá enda, það er svolítið fyndið með japanska bíómyndir. Það eru svo weird. Það er bara, ég hef horft mikið að þeim, sko, og þeir eru bara sagnaði hefðin, þeir finnst bara alltaf að enda bíómynd, bara allt í einu. Já, það er mitt, svo fyndi oft við alveg nokkra svona asíska myndir, ekki enda bara japanskar, oft asískar. Mér stundum líka, ég er mikil aðdáandi suðurkórskar mynda, en stundum finnst mér einhvern veginn bara hérna, þið hefði þetta að ráða eitthvað til þess að klippa myndina. Oft ef við setjum hort á japanska myndum bara, hvað er ég að horfa á, sko? Stundum er líka óþarlega langar senur oft, sko. Ég sammála því. Ég hef svo horfði á eina geggjaðum daginn sem heitir... Japanska? Já. Last Cut of the Dead. Cut of the Dead. Já, býtu, er þetta ekki eitthvað zombie mynd? Jú. Ég hef ekki séð hana. Er hún góð? Hún er góð. Þú þarf bara... Ég var næstu búin að stoppa hana, sko. Þú verður að setjast niður og horfa á hana alltaf. Það er okkur sem þú varst næstu búin að stoppa hana, þegar fannst hún léleg? Njá, ég var eitthvað, hvað er þetta? Hvað er ég að horfa á? Varstu kannski komið 40 mínútur inn í þenn og bara, hvað er þessi með? Já, svolítið, sko. Ég var ekki alveg að skilja hvað var í gangi. En make it a sense í lokin? Já. Og þá var ég bara, ég þarf að sýna fólki þessa mynd. Nú skil ég, sko. Hvað er hún? One Cut of the Dead? One Cut of the Dead, já. Ég hef séð þetta cover, ég hef heyrt fólk tala hana. Já, einmitt, sko. Lesi á eitthvað svona kvikmyndagrúpum og eitthvað. Hún var lengi búin að vera inn á plexinu hjá mér og svo var ég eitthvað, að því að mjög oft þegar maður er að borða, maður er að horfa á eitthvað, þá þú veist, eða þú ert að gera eitthvað annar en að horfa á japansk, það er erfitt að þú ert að lesa textan. Þannig ákveð, ég ætla bara að sitja og horfa á þessa mynd. Ég ætla að horfa á japanska bíómynd. Og hún stóðst væntingar? Já. Ok, One Cut of the Dead. Allavega, já. Akira, já, það er spurning, ég meina, Hollywood, ok, mögulega að gera hana, en það er alltaf búið að tala um því mörg ár, skilja Akira mynd. Taika Waititi er ennþá sett út direkt, en það er engin release date ennþá. Hann segist þetta að gera hana. Kannski fer þetta í eitthvað svona, en hann er líka að fara að gera eitthvað Star Wars mynd. Herðu, frétti dagsins, búið að skipta CEO hjá Disney. Já, ég var alveg að lesa það bara ekki ég las að segja morgun. Já, bara gerðist held í gær og bara tilkynnt í morgun eða eitthvað. Nei, hvort ég að lesa rétt hann fór að sofa eða eitthvað. Það er stutt síðan las ég var að lesa það. Já. Já, það verður gaman að sjá hvað gerist. En ég er ekkit svakalega hissa. Ég er samt hissa að Ægar hafa komið aftur. Ég held bara að hlutahafinn hefur sagt bara að hingað ekki lengra, sko. Það búið að vera hlutabréfa verð lækkað 40%. Og það er bara að vera einhver hlutafundur, menn voru öskra, sko. Menn voru brjálaðir á okkur lokum hlutafundi, sko. Þetta líka gerist rosalega hratt, og þessi ég las að mér svo toppaður á Disney, vissi ekki að þessi tilkynning var að fara að koma. Þess að mjög háttsett fólk hjá Disney. Þannig að þið hefur bara verið ákveðað eitthvað svona board of directors og eitthvað og bara ákveðað nú leiðni, sko. Hann hefur bara verið á gólfvellinu gamli síðan þegar hann fekk kollið eða eitthvað. Ég er samt rosa, hann var svo lengi hjá Disney. Já, sko, og hann var alltaf að fara að hætta og þeir eitthvað, nei, please ekki þetta. Já. Og það gekk svo vel. Já, og svo var hann með hennar mann sem hann búin að vera að grúma sem his replacement og það er bara ekki að ganga. Þannig að svo veit maður aldrei, kannski gerði hingurinn allt rétt en COVID og, þú veist, streaming þjónustan mennur að dæla penning í hana. Já, en svo var eitthvað hægt líka að tengi við hann sem að hann klúður eitthvað svona PR-dót eins og... Já, eitthvað LGBT dæmið þarna. Já, eitthvað Florida-dóti og líka eins og Black Widow, hvernig fokkuð Scarlett, eða stungu hann svolítið í bakið. Já. Menn vil að meina það að það hefur verið hann, þessi Bob Chapek, eða hvað hann heitir. Já. Þannig að það voru vísbendingar að það
get vel verið skiptar út. Þannig ég var ekki hissa á því, ég er bara hissa að ægra að koma aftur. Ég hefði haldið að hann segja, nei, ég er góður. Sko, það er Simpson þátturinn með Krusty the Clown. They drove a truckload of money up to my house. En hversu mikið þarftu? Þú getur alltaf fengið eitthvað meira, sko. Að þessi gaur, hún er ekki vant að finna. Nei, þeir hljóta á bóðanum eitthvað rosalegt. Var hann ekki líka partur ennþá af Disney Corporation dótinu og hann var bara ekki CEO? En kannski komið bara grátbiðjandi. Ég veit það ekki. Svo er það alltaf allt eitthvað eko-lið og hann hefur verið bara svona, já, vilja að ég kom? Já, ég skal koma bjargungur, það er engin annars að geta það. Já. Ég skal bara koma. Minnsta málið. Herðu, við gleymdum að borða, Herðu, ég verð að leyfa að smakka, Bjössi. Þetta hérna? Nei, þetta er eitthvað eitt sett frá Nóa, en þetta hérna... Dore karamellsúkkulaði, er þetta eitthvað klikkað það? Vistu það, þetta er svo gott. Þetta bráðnar upp í þér. Ég kaupi mér alltaf, hvað heitir þetta aftur bíópoppið þetta? Popsmellur. Popsmellur, ég kaupi mér alltaf pipaduft stöfið, sko. Ég skal gefa þér póka eftir. Þetta er klassískt namið, það er popsmellur. En ég fekk að smaka þetta núna. Ég hafði aldrei smakað þetta. Herri, ég breyt mér alltaf mikið. Treystu mér, þú þurftur að klára það. Nú fær. Þessi plata, hún áttur að hverfa hún í. Mér finnst þetta svo gott. Bjössi, þú getur ekki sagt annað þessi gott. Má ég fá smá hérna? Svona í lokin er á að fá okkur. Þetta er fáránlegt súkkulaði. Veistu hvað, þetta eru sturla, bræðið til potti með smá rjóma og notað sem heita ísósu. Mér finnst þetta minni með okkur svona luxus, karmelu, dífu, eitthvað. Já, þetta er luxusdífun, það er rétt. Þetta er svipa. Já. Þetta er sjúklega gott. Ok, höldum aðeins áfram. Þú varst með eitthvað honorable mentions, tökum það hérna í login. Herru, býtum nú við, átti ég einhver, já, býtum nú við. Varst ekki búið þess að 10? Jú. Svo gerði ég svona lista hérna, sem vonur að vara. Með lista yfir öllum teiknumyndasögu bíómyndir sem var komið út frá 1989. Jesus Kristur, það er að vera hér bara í 10 tíma. Ég vildi geta svarað einhverjum spurningum, sko. Fyljið þig. Herru, en áhugavert, frá árinu 1989 hefur ekki komið ár, það sem er ekki komið út bíómynd beð á teiknumyndasögu. Ég trúi því alveg. Sem að mér ást alveg frekar svona að klikka. Að því að svo inn á milli, þá er að koma myndir sem fólk kannski myndi ekki tengja við teiknumyndasögu, eins og þetta með From Hell. The Mask. Já, The Mask. Og, þú veist, Turtles náttúrulega. The Crow. Time Cop. Býtu með Van Damme. Já. Var það teiknumyndasaga? Já. Það vissi ég ekki. Mjög fyndið hérna 1996 kom út Barb Wire með Pamela Anderson. Ég vissi að það var kombo. En sama ár kemur líka út Vampirella mynd. Vampirella eru svona létt erotískar teiknumyndasögur og með grunar hún hafi verið sett í production bara af því að Barb Wire var að koma út á sama ári. Þú var eitthvað frægur eða fræg í henni? Örugglega ekki. Ég ætla að meira súkkulaði. Þetta er gott. Þetta er gott, sko. Má ég smakka þetta eitt sett þetta? Já. Það er ekki smakka þetta, sko. Með lafkríspi. Þetta er líka klassíst. Ég er búin að haka þetta allt og mikið í mig með þetta. Þetta er svo sjúklega gott. Ok, þannig að þú skrifaði niður alla myndir. Og svo fór ég að hugsa, þegar verið hjólinga, þá fór ég að hugsa, hvað er besta? Hvað er besta bíómyndin? Ef þú fengir að velja eina? Já. Sem við byggðum teiknumyndasögu? Já. En ok, býta aðeins, án svara því. Eins og Dark Knight, myndi það teljast með að því hún er alltaf ekki tæklað sér byggð á einhverju mynd, það er ekki svo Sin City eða Watchmen. Það er bara orginalverk byggð út frá karakterum og undir áhrifum frá okkur öðru, þannig að telst hún með. Ég myndi segja já líka, þetta er svo iconic. Nú er að borða ekki smjátt í maginn. Ég myndi þetta að segja að Time Cop telst valla að því hún er byggð á smásögu sem birtist í svona anthology Dark Horse hefti. Já, það er svona valla að það telist með, sko. Ok, hvað er það að hugsa um? Hver er besta? Scott Pilgrim. Hún er þetta sturluð.
Ég elska hvað Scott Pilgrim er að fá respekt frá alls konar gestur sem ég er að fá. Bara elska þessa mynd. Þetta nú tekin, svo las ég og keifti allt Scott Pilgrim eftir ég horfði á myndina. Og, þú veist, hann Michael Cera næri sem karakter fullkomlega. Shit, hvað hún er góð maður. Og allir, hann hérna, bróður hans, hvað heitir hann hérna, bróður hans Home Alone, hérna. Var þetta, ég man aldrei, er þetta Rory eða Kieran? Ég man ekki. Hann á 2 bræður, eða hann á 3 bræður, held ég. Hann er geggjað. Þetta er Rory Culkin. Hún hérna, þetta er Rory, ég er alveg viss það. Hvað er það að hugsa svona? Leikkonan hérna, Parks and Rec, Aubrey Plaza, hún er geggjað í þessari mynd. Þetta er Kieran, fuck! Djöfull, ég hef ekki skoðað Rory. Þetta er Kieran Culkin. Þetta er svo góð mynd. Hann fór ekki á hana. Í bíó. Synd. Hvernig er eitt sett að fara í þér? Allt er geggjað, sko. Við að hakja okkur nammið í lokin. Herru, Scott Pilgrim var þitt pick nummer 1. Hún er bara, hún er eins og teiknusa, quick cut, movement milli ramma. Þú setur hann fyrir ofan Sin City? Já, en þú veist, Ég dýrka Sin City. Sin City er klikkuð, en mér finnst bara ánægja sem fæ út úr Scott Pilgrim. Já, ég skilji. Þetta er svona pure adulterated ánægja, þetta er single journey. Varst maður lest allt á hana myndi hvað? Nei, ég las það allt eftir á. Ég finnst ekki eins og þetta væri teimtsaga fyrir, þetta var náttúrulega svolítið indie stöf, sko. Já, Scott Pilgrim Timson var indie. Já. Og maður kannski að lesa þetta. Það er mjög myndin geggu. Já. Ok, herru. Förum að slúta þessu, Bjössi. Þetta er búið að gegga. Það var svona skemmtilega öðruvísi þáttur. Herru, undir lokin, hérna kemur Komdu með það. árið 1997. Býttu nú við, ég er svona ekki hennist þar. Þú komst bara með heila ritgjöf. Er ekki 98? Jú. Á 98 kom Blade út. Árinu áður kom myndin Steel út. Það sem Shaquille O'Neal Svo ræðileg. leikur ofurhetju. Og ég fór að hugsa með mér, what if Shaquille O'Neal hefði leikið Blade og Snipes hefði leikið Steel, væri við núna að sjá Shaq, hefði Shaq leikið 3 Blade myndir. Hann er aldrei virkað sem Blade. Ég meina að segja einhverjum Hollywood producer það, sko, sem er að hugsa mér, fólk áttur að borga til að sjá Shaq, sko. Snipes alveg leikar, ekki Shaquille O'Neal. Steel var leikar hræðileg. Ég vissi ekki að þessi mynd væri til fyrir ég fór ekki inn í listan, sko. Já, þú sást hann ekki sín tíma? Nei. Hræðileg mynd. Já, þetta sé með 3,4 eitthvað inn í database, sko. Mér var svo hræðileg með þess að ég var bara 14 ára eða eitthvað. Já, víst að þetta er lélegt. Fucking drast. Þegar ég var 14 ára, það var besta uppáhaldsmyndi mín Harley Davidson og The Marlboro Man. Mickey Rourke og var ekki Don Johnson? Nei. Jú, var ekki Don Johnson? Jú, það ekki. Ég held það. Móðið það rifið hann upp. Ég reyndi að horfa á hann en það var ekki, sko. Ok, á þessum lista. Já. Hvað sem mesta draslið? Það lítur á Steel. Sko, ég hef ekki séð hana. Maður sjá, sko, ég tók... Eins og Barb Wire. Pamela Anderson var alltaf í henni. Hún var í henni og ég man að ég fekk leyfi. Ég fekk svona, að því hún var börnuna 16. Já. Ég og vinnur minn fór með svona skrifaði miða frá mömmu sem sagði við mættum leigja Barb Wire á vídeolegu, sko. Þarna var að koma alvöru, sko, teiknumyndasögu bíómynd eftir karakter frá Stan Lee. Býtu, erum við enda að tala um Barb Wire? Já. Skapaði Stan Lee Barb Wire? Nei, býtu, gerði hann Stripparella. Hann gerði eitthvað svona, var hann ekki að baka við Barb Wire? Kannski gerði hann hinn einhvern annan alveg eins karakter. Það getur verið. En Barb Wire, það er ekki bara fínastu mynd? Hvað er lélegt? Ég veit ekki. Jú, ég veit hvað það er. Það er Fantastic Four myndin fyrsta, sko. Eða númer 2, Silver Surfer myndin. Það hlýtur að vera lélegasta
Nei, hún ekki lélegri en 2015 að 14 útgáðan. Hún var hræðileg. Það er rétt. Hún er svo léleg, ég man ekki sem hvað hún var. Hún er svo leiðileg líka. Já. Ég get alveg hort á fyrstu Fantastic Four, það er ekki góðar. En þau leiðist ekki. Það er alveg rétt þér. Mér minna mig ekki leiðist, en það er eitthvað allt sem ég sagður. En þessi nýjasta var ógæðslega leiðileg og léleg. Ég er mjög spenntur fyrir John Krasinski sem, já. Ég er að klára hana. Viltu ekki fá þér? Ég er að, veistu það? Þetta er ég að tala um. Ég sko, Mér finnst þetta fáránlega. Reed Richards á að vera smá svona boring, sko. Og, þú veist, skemmturinn er í kringum hina, sko. Sue Storm og Thing og eitthvað. og Thor, sko. Og náttúrulega Dr. Doom. Ég er spenntur að sjá það á tækla Dr. Doom. Komið með eitthvað alvöru. Komið með það sem hann á skilið. Hann þarf að vera svo ógeðslega vondur, sko. Hann líka bara á að vera svalur. Já. Töff brynju og... Ekki eitthvað svona mutated, já, hann er eitthvað svona mutant, eitthvað, þú veist, super shredder, gaur eitthvað, sko. Nei, málega hann var hallarslegur í myndan. Ég bara áhyggjur eftir að horta á Black Adam að þeir geti ekki gert svona cool vondagöra eða eitthvað, ég veit það ekki. Djöfull var það léleg mynd maður. Ha? Hræðileg mynd. Hún er með verri sem ég sé bara í mörg ár. Ég bara, þú veist, ég held að þetta sé klassískt dæmi þú veist, þeir eru með leikara sem er með fullt af egoi, hann er með svona lista, hann má ekki tapa bardaga og eitthvað, má ekki vera hávaxin en ég í myndinni eða eitthvað. Og þeir eitthvað, ok, svo erum við með handrit og erum við 10 prodúsera hérna sem eru að skipta sér öllu. Besta við þá mynd var JSA, Justice Society teimið. Þetta var samt svo barnalegt allt maður. Ég veit það, en þau voru með svolítið töff, ég var ekki, ég var til að sjá mynd með ykkur í einhverju svona... Frekar fucking Black Adam. Já. En þá verður ég að spyrja, því að James Gunn og ég held að þetta Peter Safran, þeir eru nýjir svona DC bosses yfir með þar. Og þeir eru vist búin að mappa út eitthvað 10 planið eða eitthvað. Svo maður að heyra það var eitt félag mér sem benti bara á það. Þeir eru vist eitthvað að bífa James Gunn og Dwayne Johnson. Já. Og það hlýtur að vera að James Gunn fór á það. Þannig að mín spurning til þín, sérstaklega líka ljósið þess að Black Adam er ekki búin gangið svakalega vel. Heldur þú að fáum að sjá eitthvað svona aftur The Rock leika Black Adam? Hann neitar að byrtast með Shazam. Shazam mátti ekki vera í myndinni, sko. Hann fór ekki að tala um Superman og eitthvað. Ákveður ekki að tala um Shazam? Einmitt. Hann mátti ekki byrtast í myndinni, sko. En heldur við fáum að sjá hann aftur? Nei, ég held ekki. Þetta er flop. Þeir lágu einhver lag myndinni. Þannig að box office tölur eru miklu verri. Lagur út? Já, og hvað séðan á hann fór í bíó. Ég veit það ekki. Frekar liðlegum gæðum, en þú veist. Það er líka fáralegt að hára á. Já, ok, þannig að hún lag út. En ég finnst það, ég held að þó hún ekki leikið út. Það hefði ekki gengið betur. Þetta er drass. Ég er með geggjan, hvernig getum lokið þættinum. Ég kem með geggjað pitch fyrir því, hvernig myndin hefði átt að enda, þannig að þeir sem er eftir að sjá Black Adam geta pásað núna. Þetta er spoiler alert. Já, spoiler alert. Og spoiler 1, 2 og núna. Þetta átt að vera eftirfarandi. Konan hana, sem var með strákin, hún hefði átt að setja á sig kránið til að gera eitthvað, til að stoppa Black Adam eða eitthvað, sko. Þannig að hún korruptast, byrjar að taka allt yfir, vera ykkur ógeðslegu dímon, eða hún er inn að stoppa þessa hérna, hvað heita gaurarnir sem voru búin að inveita hérna. Þannig að hún notar kránið, þannig að hún þessi svona rosalega góði karakter sem er svona, þú veist, hvað kallar maður það? Svona rosalega virtuous, korruptast til að stoppa því intergang hana, en svo heldur hún áfram alltaf að taka allt yfir. Black Adam neðist að drepa hana og þá verður strákurinn bara helvítið þitt, þú sem áttir að koma bjarga ykkur, drafst móðu mína. Bam! Talsveit betra heldur en random gaur úr byrjunum myndinni er vondugaurinn og það er ekki hægt að drepa hann nema lemja hann geðtart. Þetta er svo lélegt. Ég hef mér svo sagt það held ég áður í þessu podcasti. Ég var eiginlega bara eftir með að kalla þetta bíómynd. Mér finnst það bara svo langt atriði úr lélum töl. Þetta er það og þetta er það sem að, þú veist, ég gefst aldrei upp á myndum.
Ég horf alltaf á myndinni í gegn. Ég byrjaður, þetta sjaldnastur að þæljulegar. Það sem fer mér fínastu eru svona bullshit CGI-atrið. Jurassic World 2, það sem eru svona 40 risar að hlaupa og þau eru að hlaupa og slæta á einhverju og stökkva á okkur þyrlu og hanga og þyrlan hrapar og þú veist, svo springur allt og þú ert bara eitthvað, hvað er ég að horfa á, sko? Black Adam er basically öll þannig, sko. Já. Þú veist, að minnst okkur í Superman, hérna myndinni, hvað er Superman? Man of Steel? Já, síðustu. Þetta er ekki sambarlegt, sko. Nei, það var klikkað, sko. Þú ætlar líka með flotta tónlist og eitthvað cool action, þú veist, það er eitthvað cool, skilur. Og þú veist, að því hún að tala um að ég er sci-fi apologist, mér fannst Batman og Superman geggjuð. En þú veist geggjuð. Ég er svo mikill teikmyndasögufan og það voru svo mikið af atriðum hann, ég var bara, já, þetta er Dark Knight Returns. Darkseid, oh my god, þeir eru með hérna Nei, bíddu, já, ertu að tala um Justice League, Snyder Cut? Nei, Batman og Superman. Þetta er draumurinn hans. Darkseid er ekkert í... Jú, þú sér Fire Pits og The Locust Men og þú veist, hún var svona, ég var bara ekki að þetta er teiknimyndasögu mynd. Mér líður eins og ég sé að lesa teiknimyndasögu. Hvernig varst það Justice League, Snyder Cut? Snyder Cut fannst mér bara freka fínt, sko. Það var 1000 betur en... Ég gafst upp á JLA. Ég kláraði hann ekki. Ég var að horfa hann og ég bara, hvað er ég að horfa á? Þetta er bara svo leiðilegt, man. Jesus. Ég veit ekki hvort mér finnst það verri. Justice League, Beyond Gone eða Black Adam. Mér finnst þetta... Justice League, alveg bara hygglega. Verri? Já. Það voru svona hægt að hafa smá gaman af einhverju svona stöffi í Black Adam stundum. En JLA var ég bara allan tíma bara, hvað er ég að horfa? Já, hún virkaði, hræðilega. Herru, fyrir að slúta þessu. Björsi, þetta er búin óslega. Þú kemur bara ekki svona aftur og þá fyrir við kannski í eitthvað svona sci-fi dót eða eitthvað, því þú verðist vera með lágan gæða þröskuld. Sendi á þig einhverja 15 hræðilegar sci-fi myndir. Þú segir mér, þetta er allt bara mjög fínt. Herru, takk fyrir að koma. Herru, takk fyrir að fá mig í þáttinn.